Og ætla að vera með ykkur hér í kvöld ásamt góðum gestum og samstarfsfólki að ræða svona málefni líðandi stundar. Við ljúkum hér þætti á Tótlu í Sæmundsdóttur hjá Barnaheillum sem ræðir við Björn Þorláksson velferð barna, mismunun eftir efnahag og mikilvægi þess að hvernig aðgát skuli höfð í nærveru sálar. Þar á undan koma þær Svava Arnardóttir formaður Geðhjálpar, Alma Ýr Ingólfsdóttir formaður ÖBÍ og Unnur Helga Óttarsdóttir formaður Þroskahjálpar og ræða við Gunnar Smára breytingarnar sem gerðar voru á örorkulífeyriskerfinu. Guðmundur Hrafn Arngrímsson kemur það einnig í þáttinn ásamt Þórildi Sunnu Ævarsdóttur og ræða þau við Björn Þorláksson mögulegt kosningabandalag til vinstri. En við byrjum þáttinn á Ragnheiði Steindórsdóttur leikkonu og stjórnarkonu hjá Vonabrú, Örnu Magneu Dangs kennara og aðgerða sinna, Söru Stef Hildar baráttukonu og Ólafi Ólafssyni myndlistamanni sem einnig skipuleggjandi fundarins Þjóð gegn þjóðarmorði sem framfór helgina. Þau ætla svolítið að gera uppfundinn og svona spá í framhaldið. Þannig að bara setjist niður og slakið á að hér eftir nokkrar auglýsingar hefst rauðaborðið. Húnavellir gistihús, gisting og tjaldstæði á góðu verði, morgunmatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Ef þú átt ekki tjald eða svefnpoka þá höfum við það á staðnum. Upplýsingar í símum 848 7012 og 861-2319. Tölvupóstur hunavellir@hunavellir.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, komið sæl og velkomin að rauðaborðinu, ég heiti María Lilja og ég hér með fullt borð góðra gesta sem eiga það sameiginlegt að hafa farið á mótmæli helgina og hafa svona fylgst vel með og verið inn í hringiðunni í því sem viðurkennt sem þjóðarmorð á Gaza. Verið velkomin Ragnheiður Steindórsdóttir leikkona og stjórnarkona hjá Vonabrú, Arna Magneu Dangs kennari, Söru Stef Hildar baráttukona og Ólafur Ólafsson myndlistarmaður og einn skipuleggjandi mótmælanna helgina. Og starfa með Líbíu Kastró. Já. Kannski bara byrjum á byrjuninni. Ólafur, þú ert svona svolítið hugmyndina að þessum mótmælum sem voru þau langstærstu sem eru haldin í kringum þessa hryllilegu atburði á Gaza, að minnsta kosti hér á landi. Hvernig kom þetta til? Þessi hugmynd? Já. Náttúrulega bara í fyrsta lagi, þú veist, eins og ég bara heyrði Gauju áðan segja, Gauju Sandholt í viðtali á Víðsjá, sko, menn það bara, og náttúrulega þið öll og við öll, fólk að hugsa hvað get ég gert
reynir að finna eitthvað og maður mætir á mótmæli eða maður skrifar eitthvað á Facebook eða einhverjum samfélagsmiðlum og mætir einhverstaðar og gerir eitthvað og finnst maður alltaf einhvern veginn ekki geta gert neitt og allt vera svona einhvern veginn en veit á sama tíma og reynir að hérna gleyma því ekki að það bara að allt telur. Það rosalega mikilvægt að hérna að bara halda áfram að gera það sem maður getur og við fórum í sumar, ég veit ekki hvort það var í júní eða eitthvað leys hérna þá fórum við á tvennar göngur, samstöðugöngur eða mótmælagöngur svo fyrri og þeir voru haldnar undir heitinu Rauða línan í Hollandi, í Haag og á fyrri mættu 100.000 manns sem var gríðarlegu fjöldi og þá mættu allir í rauðu og fólk var að koma með lestum allstaðar úr landinu og fólk var að safna saman einhvers staðar kannski áður og koma saman á gönguna og það var ótrúlega bara sterkt að finna og sjá fólk vera að mæta því maður sá bara þeir sem voru rauðir og þá bara lestastöðarna voru fullar af og svo lestin var bara pakkfull af fólki í rauðu og svo gengum við öll saman og fylltum þeirra Austurvöll, Maifeld sem bara risastórt tún þannig í Haag og það voru 100.000 manns og svo gengum við hring í borginni og það voru 100.000 og það voru þá stærstu mótmæli á öldinni í Hollandi og svo bara, ég veit ekki hvort það voru tveimur vikum seinna eða 3 vikum seinna voru önnur ganga, bara sama, Rauða línan og við drögum Rauða línu og þá mættu 150.000 og maður fann sko hvað ég fann bara svona smá gæsáð maður fann hvað sú ganga var eða sko það munaði þessi 50.000 sko og 150.000 ég veit ekki, maður finnst ekki eitthvað risatala en þetta var gríðarlegur fjöldi sem var þarna samankomin og þetta var ofboðslega friðsamleg mótmæli eða samstöðufundur og hérna og mjög svona látlaus í rauninni en ég er kannski ekki ósvipað og okkar þessi fundur sem var núna á laugardaginn það voru atriði, það voru einhverjar ræður, einhver ljóð einhver tónlist fólk frá Palestínu, fólk frá Hollandi og hérna já og svo núna sko bara nýlega þá las ég sko þegar utanríkisráðherra Hollands sagði af sér og síðan fleiri ráðherrar úr hans flokki og öll úr hans flokki sem voru á Alþingi drógu sig úr ríkisstjórninni sem var reyndar þegar fallin en að hérna þá var talað það að þessi mótmæli hefðu haft gríðarleg áhrif á í rauninni þá ákvörðun meðal annars og ég fór að skoða sko hver hefðu staðið að þessum mótmælum og það var þá Barnaheill eða Save the Children og Læknar án landamæra sem að þau samtök höfum við ekki hérna á Íslandi við höfum læknar sem hafa starfað með samtökunum og ég man ekki hvort það voru sko verkalýðsflokkurinn eða einhver hluti hans og svo einhver fleiri og hérna og svona í framhaldi af því að hugsa þetta sko þá fór ég að hugsa sko að við þyrftum okkur vantaði við þyrftum svona stór mótmæli á Íslandi bara einn stór og hægt væri og þá þyrfti einhver aðra nálgun og þá þyrfti að fá samtökin með og helst breið og ólík samtök en algjörlega sko þau þyrfti að virka til dæmis og það fannst mér vera grundvallaraatriði einhverja þessum mannúðarsamtökum með helstu öll og verkalýðshreyfinguna og ég fór eitthvað að hringja og senda textaskilaboð og ég byrjaði nú ég setti hugmyndina út bara svona fyrir sjálfum mig til að ýta sjálfum mér af stað og ég var að skoða hann í gær eitthvað hvenær það var bara til að reyna að rifja upp og það var 4. júlí tilvíðlega var sá dagur en hérna og hérna og þannig ég hugsaði það er náttúrulega auðvitað sko félögin sem hafa verið á fullu Ísland, Palestína og No Borders og fullt af fleiri félögum og Solaris og all þessi félög en það þyrfti líka verið bara algjörlega eins fjölbreyttur hópur eins og hægt væri og hérna Þetta gekk mjög vel, það voru hvað 150 félög? 185 komin og það er ennþá verið að taka Það var ekki neitt hugmyndi að það þurfa að vera svona 185 félög En hvernig með sjónvarps- og útvarpsstöðvar með að þær vera með?
Bara svona. Það er í rauninni áhugaverða sem hefur komið upp í þessu að því að svo verður þetta svolítið annað heldur en þannig til dæmis í Hollandi. Það var þetta svona einhver ákveðin hópur sem að stendur að þessu og hefur örugglega allt annan og öðruvísi og lengri aðdraganda einhverju liti. En þannig að það kom upp einmitt þessar spurningur hver geta stjórnmálaflokkarnir verið með og stofnanir, ég var alltaf að segja og stofnanir, þetta var svona einhver langur, það eru samtök, félög, hópar og stofnanir og við erum búin að skrifa 100 sinnum aftur alls konar texta einhverja og að því mér fannst mikilvægt að það séu stofnanir líka og við til dæmis erum búin að við sendum erindi til samstarfs háskólaráðs sem eru allir háskólanir 7 held ég og við spenntur að heyra við bara það erindið móttekið og við möttum að heyra hvað kemur út úr því eins sendum við erindi til ISI Ungmennafélags Íslands, þau voru akkurat á fundi á endanum, það fór fyrir stjórnarfundi þegar hann var á laugardeginum þannig að það er ennþá fullt af bæði félögum sem og samtökum sem að skoða þetta og svo önnur sem örugglega bíða eftir og bara að fylla inn listina as we speak. Þetta þýðir þá að það þarf að vera annar fundur bráðlega þegar fleiri félög hafa vonandi bæst í hópin. Það er allt opið. Þetta var talsverður fjöldi og virðist hafa hreyft við ykkur því að Þorgerður Katrín tilkynnir að utanríkismálanefnd sé að hittast. Þau eru að tala saman núna, það er ennþá ekkert komið þegar þetta er tekið upp og frá þeim fundi. En við refreshum svona tölvuna á hliðarlínunni og fylgjumst vel með því. Arna Magnea, þú varst á mótmælunum? Já, ég var þar á yngsta syni mínum. Þannig að ég var þar sem hluti af vorstjórninni en ég náttúrulega tilheyri öðrum hópum sem að voru þarna líka eins og leikurum og því að Félag íslenska leikara var þarna og Bandalag íslenska listamanna var þarna. Ég er líka kennari þannig að KÍ var þarna. Þannig að ég er svona kona með mörg veski en ég ákvað að vera þarna sem hluti af vorstjórninni því að mér finnst það vera svona mikilvæg hreyfing, svona hlífa hreyfing sem næri utanum runni allt það sem ég er. Og þetta voru fyrstu mótmælin sem ég farið á með yngsta minn, en ég farið á nokkur mótmælin með miðsoni. Og það er mjög mikilvægt að við venjum börnin á það bara til þess að virkja þessa hugmynd lýðræðið að þau mæti á mótmæli og við svörum spurningum barnana hverju erum við að mótmæla, akkur erum við að mótmæla, að við felum ekki sannleikan fyrir börnunum og það sem er að gerast í Palestínu er bara, það er varla orð sem geta lýst í en það hefur aldrei áður í sögunni verið framið þjóðamorð í beinni eins og er að gerast núna og við sem erum hinsegin fólk að við fáum ofta að heyra það akkur er þú að berjast fyrir Palestínu þetta fólk vil þig dauða að því þú ert trans og þú ert hinsegin en mér er alveg sama það kemur mér ekkert við hvað þetta fólk er að hugsa líf er dýrmætt og ég er tilbúin að berjast fyrir öllu lífi líka því lífi sem að vil mig feiga og þannig þetta snýst mig að standa með mér og minni hugsjón og ég stend með mannréttindum og ég stend með réttindum barna og ég stend með lífinu eins og það er allstaðar. Ertu sammála þessu, Sara? Já, ég get tekið bara undir margt í þessu. Ég meina við fórum saman einmitt hópur með skilti sem við gerðum og tókum myndir af því og postum þeir áður við lögðum að staðnir á Austurvöll og það myndaðist bara mjög góð stemning. Þetta er náttúrulega fólk sem kemur allstaðar úr einmitt hinsegin hreyfingunni líka, transhreyfingunni, tókum okkur stöðu þarna vinstra megin fram að við sviðið og sáum bara og heyrðum vel það sem að framfór og ég man ekki eftir að hafa verið á svona stórum fundi síðan bara hvenær var það í bara búsáhaldabyltingunni held ég. Kannski Panama. Jú, Panama, einmitt. Já, það var rosa, já, einmitt. Fjölmenn þá. Ég held þessi fjölmennustu mótmæli sem hafa verið á
Á Austurvelli og bara á landinu held ég. Já, Austurvelli. Já. Fyrir utan alltaf kvennafundin sem var 100%. Akkurat. Já, þær voru náttúrulega mættar sko þarna aðildarfélögum mitt kvennaár sem að ég nú líka hef starfað með núna í ár. Og þannig að þetta var náttúrulega rosalega vel heppnað og vel til fundið, þú veist, eftir allar mótmælastöðunar við Ráðherrabústaðinn síðan 2023, allar göngurnar, samstöðumótmælin, að þá vona ég bara hreinlega og ég held að þetta var kannski svona slegið tónin vonandi fyrir bara fleiri til þess að gefa sig að baráttunni fyrir gegn þessu þjóðamorði. Og mér finnst flott svona herferð sem hefur verið sett af stað núna undanfarið með að reyna að svona kalla einmitt fleiri að sem að hafa kannski reynt að líta undan eða leiða þetta hjá sér og reyna að vekja upp svona baráttu þrek hjá fólki aftur. Að ég held að bara síðan, þú veist, undanfarna áratugi þá hefur svona baráttu þrek fólks verið latt. Þú veist, ég meina að við eigum eiginlega engin, sko, ekkert okkar á neitt tíma eða orku þegar maður svona hugsar það til að standa í þessu, en auðvitað verðum við að standa saman í þessu. Já, það er alveg, þetta er svolítið þannig að það hefur verið talað það svona í tengslu við Palestínumótmælin að það sé ekki viðeigandi að vera með börn, fólk svona veigra sig við því að mæta því að þetta sé nú brjálæðingarnir inn á Borders og þar fram til götunum, þetta bara afsakanir í fólki fyrir því að mæta ekki eða er eitthvað til í þessu og þá þessi breiða samstæða, hún kannski bara svolítið svona nýstefna? Það er náttúrulega klárlega alltaf styrkur í fjöldanum. Þú hverfur meira í fjöldan, þorir kannski frekar að hrópa eitthvað smá eða eitthvað heldur en þú gerir ef það er bara 50-100 manns eða, já. En varðandi börnin, ég tek svo innilega undir þetta að við tölum við þau, reynum að hræða þau ekki, en að við eins og maður reynir náttúrulega, ég bara svona venjulega amma út í bæ og var tiltölulega nýkomin á eftirlaun þegar að þetta gerðist allt saman og maður var skelfingulostinn og ég hef aldrei verið mjög pólitísk, ekki fylgst rosalega vel með eða skilið en ég þurfti ekki rosalega mikið að pæla eða leita til þess að bara að sjá og skilja að þarna var ekki milliríkja deilur að ræða eða stríð eða átök. Þetta er bara slátrun og með degi hverjum verður skýrar og skýrar að þeir eru algjörlega hættir að fela áform sín, þeir segja bara hreint út hvað þeir ætla að gera og svo gera þeir það og nú er greinilega Bandaríkjaforseti komin algjörlega á fullt með að bara hvetja þá, held ég í að bara drífi að klára þetta svo hann geti verið að byggja þarna upp. Já, mér skilst að það sé bara ítur þannig í Gazaborg og það sé bara verið að ryðja til húsum og öðru. Og þegar maður sér börn, hvernig verið þeir að fara með börn, að þeir leyfa sér að drepa þau í 2000-tali á hræðilegan máta, fyrir nú utan að nota hungurvofuna sem vopn, þá bara get ég allavega ekki verið þögul og ég heldur megum ekki þegjum þetta, verðum að tala saman þetta, ræða þetta og einmitt spyrja hvert annað hvernig líður þér og maður finnur það svo vel að það er náttúrulega meiri hluti þjóðarinnar býr við alveg óskaplega mikla vanlíðan og þess vegna þessi fjöldi náttúrulega og ég bara segi fólki þegar ég fer og mótmæli hrópa eins og mér líst, ég þarf ekki að hrópa alltaf með eða berja eitthvað, ég fæ rosalega útrás við þetta og mér líður alltaf einhvern veginn betur, ég er búin að aðeins að svona lofta út, gera eitthvað og ég sef bara betur ef eitthvað er sko. Þannig að mér finnst hérna já, ég var óskaplega glöð yfir þessum mikla fjölda og þó ég að vísu á eiginlega eftir að heyra eða sjá fundin, ég vona ég geti gert það einhvers staðar því að ég stóð það aftarlega, við vorum með Vonabrú var með svona bækistöð þátti aftarlega og ég heyrði svona glefsur þegar ég þræddi mig í gegnum fjöldan en maður hlýtur að geta nálgast þetta einhvers staðar. Þetta er allt, við erum núna bara allt þetta og bara líka bara svo að sko
þakka öllum þessum, sko, þakka verkalýðsfélögunum, þakka barnaheil, ungum umhverfissinnum, landvernd, bara öllum þessum að sko tóku ótrúlega fljótt við sér. Já. Og þú veist, þetta var bara snjóbolti sem fór bara ótrúlega eftir svona einhver smá eingang, einhver nokkur samtölu, eitthvað sem að þá allt í einu bara fór boltinn að rúla og það óbúslega mikið að miklu leyti að þakka líka svona fljótri jákvæðri ákvörðun viðbragði frá verkalýðshreyfingunni. Og við ákváðum í rauninni í sameiningu og náttúrulega sko félagið Ísland-Palestína kemur náttúrulega með svo óbúslega mikla bara svona bara virkni, þekkingu og reynslu sko. Og Salka þar og Júsef og svo bara, og Magnús og allir hópurinn og við ákváðum sko þau til þess að verkalýðsfélögin og bara svo öll þessi félög og hópar geti í rauninni verið með, þá þurfti að álykta formlega, skiljið, og svo var það með öll sem óbúslega áhugavert við þetta líka. Þess vegna höfum við verið að segja alltaf sko að þetta ekki bara ákall til ríkisstjórnarinnar, heldur þetta líka bara ákall til okkar allra. Svona samtal inn á við inn á vinnustæðina og bara svona ákveðið ferli, virkilega formlegt sem hefur þurft að eiga sér stað á bara út allt samfélag til þess að alls konar félag fornleifafræðinga og Ég tók eftir því að félag lögreglumanna. Það var eitt af þeim félögum sem var nú þekki ég það verandi stjórnarkona í Solaris að þetta lögreglunar eru þetta sá hópur Íslendinga sem hefur svona kemur harkalegast fram við palestínst fólk á Íslandi. Þau eru þetta framfylgja lögum og þannig að maður velti fyrir sér maður velti fyrir sér hvort að lögreglan sé að segja með þessu að okkur hugnast ekki þessi lög sem við erum að framfylgja í vinnunni og núna einmitt komið vettvangur til samtals við lögregluna myndi ég ætla og mörg þessara félaga sem að maður sá að það voru samfylkingafélög þarna og það voru svona fleiri sem að maður var svolítið hugsi yfir og ég viðurkenni svona alveg svolítið klofin yfir að ætla þau nú að fara og ég hef átti mörgur svona samtölum við mína félaga nákvæmlega þetta en líka og svona niðurstaðan alltaf þessi að nei, þetta verður vettvangur til samtals sko eftir á þannig að því til þjóðfundur þá eru allir þjóðin og svo bara tökum við samtalið þaðan. Já, ef ég má segja þá að því vorum að tala börnin sko og mínum 5 ára fannst rosalega gaman að koma og berja potta og hann vissi alveg til hvers og hann teiknar og skrifar einhver skilti og límir upp á skáp hjá mér sko Ísrael og krossar yfir og svo Palestína fyrir neðan og eitthvað svona og af því að sko þegar maður er að tala lögregluna að þá hef ég alltaf mér alltaf liðið þannig, hún vinur okkar hún til að verja okkur og hjálpa okkur ef eitthvað kemur upp á og þannig vil ég tala við börnin minn líka þannig að sonur minn hefur búið til skamstíma í Berlín og farið þar á mótmæli og ég hef fylgst með á netinu mótmælum þar og bæði hans frásögn og það sem ég hef séð alveg rosalega aukið lögregluofbeldi þar. Það er bara pyndingar aðferðið hvernig þeir taka fólk snúa upp á handleggi og lyfta þannig að það er bara hræðilega sárt bara brjóta útlimi og svo aftur núna til dæmis það sem er að gerast í London þar sem að fólk kemur og mótmælur og það er bara gamalt fólk sem situr á götunni eða liggur og vesalingslögreglumennir eru neyddir til að bera þetta fólk út í bíla og ég veit ekki hvort þeim stungið eitthvað starf inn, þannig að þeim sleppt, það ekki til fangilsi fyrir allt þetta fólk og ég einmitt oft hugsi yfir þessu þegar það koma lögreglumenn og við erum þarna örfá 10 manns kannski að berja potta og svo koma bara 4 í fullum skrúða á stóru mótorhjólunum sínum með gulu byssurnar allt þetta og eru að gera eitthvað smáræði, taka eitt fána eða eitthvað og
og ég myndi fagna þessu samtali alveg svakalega því að ég vil ekki sjá auki lögregluofbeldi hér. Það er náttúrulega eins og í Þýskalandi og Englandi er það því líka út af hertri löggjöf sem að lögreglan gengur harða fram. Ég veit að þeir eru vinna vinnuna sína en það er kannski spurning hversu fast vinnur hana. Sem betur fer höfum við ekki þessa hertri löggjöf hér og En þú átt við eins og hryðjuverka löggjöfin í Bretlandi sem að skilgreinir Palestine Action sem hryðjuverka samtök og þetta er svona sem að fólki er handtekið fyrir að vinna það sem þeim þetta er alveg galið og sama í Berlín það eru bara sko rugglaði lesblindur BDSM hreyfingin í sko hún er náttúrulega bara það er búið að lýsa því yfir að hún sé hryðjuverkasamtök eða hún er bara ólögleg í Þýskalandi sniðgönguhreyfingin, hún er ólögleg í Þýskalandi og til dæmis bara eins og í myndlistasýningunni Dokumenta sem var núna síðast, ég man ekki hvort það er komið 2 ár síðan það fór allt í háaloft í kringum þá sýningu sko út af listaverkum og út af viðhorfi og út af þáttöku listahópa sem að tengdust þeirri hreyfingu og annað og þannig að þetta er búið að vera á leiðinni í Þýskalandi. Sko, þetta er hér líka, Solaris er ennþá í lögreglurannsókn fyrir að vera, hafa tengslu hryðjuverka samtök þannig að þetta hefur alveg verið reynt hérna líka. Já, vissilega og það er bara alveg algjörlega skelfilegt og ótrúleg það mála allt saman og svo aðför, það er bara en hún er sem betur fyrir ekki samt sko á sama hátt réttlætt í kerfinu eins og hún er bara það er eitthvað sem að verið að reyna í gegnum kerfið eða í einhverjir aðalar sem fara út í það eitthvað að á svo ég vitna eftir í mótmælunni í Hollandi sem var á og þá til dæmis var það var bara sko ég man ekki hvort ég sá lögreglu hún var það lögreglu einhvers staðar en hún var óbúðslega ósýnileg og það var ekkert bara því hún eitthvað hvarf í mannfjöld en það var óbúðslega low-key og mótmæli voru óbúðslega friðsamleg og ég veit til dæmis eins og hjá okkur núna á fundinum að það var mjög ennúlega fundurinn algjörlega friðsamlegur og líka sko ég held að það var viðhorf lögregluna líka í varðandi gæslu en við undirbyggum okkur líka þannig að við vorum með fólk í svona aðstoð og gæslu og bara svona sem til að vera vakandi þar líka sjálf og þannig og ég held að það hef allt hjálpast en það var alltaf viðhorfið var bara og endan var það sem var svo ótrúlegt fannst mér eða ótrúlegt, ekkert ótrúlegt en það sem að gerðist var að einhvern veginn eins og allur fundurum var eins og svolítið eins og einn sko risastór gjörningur einhvern veginn það sem allir voru og öll voru svo virk í öllum fundinum, bæði virk í þögn og virk í hlustun og virk í þáttöku og sko eins og ég var að tala við Gauju í dag Sandholt sem var með kórinn sko að þú veist hún vissi ekkert hvernig þetta yrði að það er svo mikil þögn í verkinu sem hann flutt og hún held að það er kannski skvaldur og læti en það var bara þú veist þetta var bara fólk var mjög snortið algjörlega þessu verki En getur verið að fjarvera svona, ég hef verið á þessum í göngunum og mótmælum þar sem maður hefur séð miklu meira lögreglu en þegar þið segja þá reyndar varði ég ekkert vör við svo mikla lögreglu þarna en ég sá enga lögreglu. Er það vegna þess að þessi mótmæli eru þó skipulögð af öðrum samtökum en venjulega eða? Góð spurning. Ég hef nú líka verið á sko, ég var nú þarna þegar við utanríkisráðuneytið þegar þannig þegar vassmálning fór einhver staðar þar sem hann átti ekki að fara og að þá var til dæmis ekkit ég veit ekki hvort það var nokkuð lögregla þar sko þannig að það er ekki alltaf við þurfum sko Nei, bara áhugavert það er svona, fer svolítið eftir því svona hver er undirbýr og hversu mikið svona óbyrgurna en ég alveg bara þykir ekkert ólíklegt en ég bara veit það ekki, menn þykir ekkert ólíklegt að lögreglan sko hafi verið mjög meðvituð hvernig hún nálgaðist þennan fund því þau voru visslega sko búin að félagið var búið að taka þátt í breiðfylkingunni
Og það eru svona, yfirlýsing fundarinnar var svona, svolítið svona orð Ingibjörgar Sólrúnar. Það voru svona kröfur settar fram þarna af henni. Var ekkert erfitt að ná samkomulagi það. Þetta væri svona það sem allir vildu segja á þessum fundi. Ég hugsaði það nefnilega. Ég hugsaði þetta er svo ólík félög. Hvernig ætlaðu þið að senda fyrir sér yfirlýsingu? Það var mjög áhugavert ferli og við fórum áttum mjög mikið samtal allt, bara í gegnum allt, kannski líka bara að taka fram við bara strax á okkurum, fyrst voru þetta einhverju 2 netfundir og svo þriði var net og raunfundur og þá á öðrum fundi að þá kom Salka með Salka Salvur frá félaginu Ísland-Palestínu með það svona hugmynd að hvort það væri nú ekki sniðugt að við fengjum verkefnistjóra og við vorum svona sumum voru svona já, önnur svona nei, við nú getum gert þetta sjálf og eitthvað svona og svo hugsaðu þetta svona, það er bara allir það sé ekki alveg bara góð hugmynd og svo stakk hún upp á þá Ragnheiði Maísól og við þekktum hana mismikið sem mjög vel og önnur ekkert og sem smá og en það var bara við vorum alveg, það bara var góð hugmynd og það reyndist vera mjög góð hugmynd, hvort ekki að bæða að fá verkefnastjóra, þetta er náttúrulega búið að vera gríðarleg vinna en svo náttúrulega og svo var hún bara frábær og stórkostleg og og öll og við erum, eins og segja, það er svo mikið það við erum bæði að reyna að vinna í nánu samstarf og svo erum við líka bara að vinna samtímis og svo bara að bætast í hópin og allt þetta og þannig að við erum líka og ég held að það hefði haft rosalega mikil áhrif það er listafólk að vinna að fundinum og við erum ég myndlistin og Líbía og við höfum verið að vinna svona þú veist eins og stjórnarskrárverkefni þegar það er ganga og fundur og performance og fleira og Salka og Ragnheiður báðir í leikhúsinu og leikstjórar og þannig að við hugsaðum frá upphafi líka hvernig formatið á fundinum, og í rauninni var það frá upphafi, það var eiginlega svona þetta, það var einhverjar ræður, einhver tónlist, einhver ljóð, og þessi blanda og svo fórum við bara dýpra og dýpra inn í það og áttum vítt og breytt samtal það allt, þannig við en á endanum og við sem það frá upphafi við í rauninu unnu við allan fundin eins og bara hann væri leiksýning eða gjörningur eða tónlistaverk eða það var við hugsuðum að þannig að hver mínúta var eða hver mínúta, hver 5 sekúndur eða 10 sekúndur voru hugsaðar og svo breyttist það milljónsinnum og einhver röðun og svona en þannig ég held að þess vegna var þetta líka svona vel heppnað held ég að því að þetta var bara mjög lág og mjög mikið yfir þessu Greinið þið svona að stemningin í samfélaginu bara fyrir málstaðnum hafi svolítið verið að snúast og svona breytast núna undanfarið finnst ykkur minna kannski svona síónískar upprópanir Það koma alltaf frá sömu stöðunum Já, það er alltaf sama fólkið, Það er alltaf sama fólkið sem að hrópar sömu orðin og þeirra orðaforði er mjög takmarkaður. Eins og var orða það mætast yfirleitt, vitringar og fávitar og en því miður þá hefur það alltaf verið þannig, bæði hér og víða, að fólk heldur að sé hægt að vera hlutlaust. Fólk áttar sig kannski ekki alltaf á því að með hlutleysinu er það að taka afstöðu og yfirleitt er það að taka afstöðu þá með kúaranum. Þetta er bara alveg eins og við erum að kenna börnunum sem erum að leggja aðra í einelti að þau börn sem að gera ekki neitt, segja ekki frá, horfa á að þau eru styðjandi gerendur. Og það er allt og mikið það að fólk sé runni styður við kúnuna með þögninni, tekur ekki afdráttalausa afstöðu gegn því sem er að gerast. Og eftir fundin og í aðdraganda fundarins þá finnst mér eins og fólk sé svona að vakna og
viljur til þess að taka afstöðu og að skilja það að það í þessu ekkert hlutleysi. Við erum að horfa á þetta í beinni gerast og hörmungarnar eru bara verri og verri og ógeðfeldri og það sem að síonistanir hafa verið að gera, þessir öfga gyðingar og sem að hefur ekkert að gera með þeirra trúarbrögð. Þetta bara, þeir að sækjast þarna eftir landsvæði, þeir að sækjast eftir auðamum á borð við gas og olíu sem að búið að finna hann undir Gaza. Þannig að þetta snýst alltaf kapitalísk sjónarmið, peningana og þeir tilbúin að þurrka á þetta þjóð til þess að græða meiri pening. Og fólk að vakna og segja bara hinga og ekki lengra og þeir eru á fulla afmennska heila þjóð. Og þeir koma fram og segja að þetta ekki fólk, þetta dýr og við erum að sjá þetta gerast aftur og aftur í gegnum söguna. Þetta var gert við gyðingarna sjálfa í seinni heimsstyrjöld. Það hefur verið að gera þetta núna með hinsegin fólk, sérstaklega transfólk og þetta hefur verið gert gagnvart konum bara frá öðru valda. Þannig að þetta alltaf sama leikbókin og því miður þá svona fólk voðalega gert á því að halda að bara ef það þegi, verði hlýtt, sé ekki með læti, það bara líður þetta hjá. Það verður allt gott á endanum. En ég held að núna, bara, og aldrei fyrir núna, akkurat í þessum hraða sem að nútíma samfélag að þá verður við öll að taka afstöðu og afdráttarlausa afstöðu. Haldið þið að þessi hafi áhrif að það hafa núna svona þjóðarleiðtogar, þeir eru svona verðast hafa tekið við sér allt í einu. Hefur stjórnmálafólk svona mikil áhrif á það sem að almenningur hugsar og leyfir sér að segja upp að því að maður tekur eftir, það verðist vera eitthvað svona fylgni hana, mér finnst ég greina hana að sjáu þið það sama, að svona leið og leiðtogarnir fóru að tala svona inn í þá átt að þetta væri þjóðamorð og jú, þetta ekki ásættilegt og við segjum auðvitað bara, aðgerðir ekki orð og allt þetta, en þau eru samt sem áður farin að tala á ákveðnum þunga, að þá einhvern veginn eins og fólki kveiki. Já, en þetta ekki, já, fyrir ekki. Sko, ég meina, orð eru til alls fyrst, það ekki? Og það sama, ef að fólk heyrir núna og fylgir því sem að stjórnmálaleiðtogar að segja við heim sem að mörgum finnst ansi seint gripið til orða í því samingi varðandi Palestínu, þá það gildir að sama hvernig var opnað á aðra umræðu hérna þegar að forsætisráðherra Bjarni Ben gekk niður Austurvöll með annað orðalag og opnaði á þá umræðu og við sjáum ekki fyrir endan á henni heldur En ég meina, þetta er bara mjög mikilvægt fyrir fólk, það segir einhverstaðar í gamalli bók að við þurfum fólki þurfa að varast að svífa sofandi að feigðarósi, eða ekki? Fljóta sofandi að feigðarósi. Fljóta sofandi að feigðarósi. Og það er kannski bara það sem er að gerast svolítið núna, að því að í rauninni einmitt, eins og Arna Magnar að segja, ef að við samþykjum það sem er gert, að þá gjarnan verður það normið. En þetta verður svolítið kannski sjálfsbjargar viðleitni eins og hjá stjórnmálafólki sem að farið að átta sig á að sagan mun dæma það. En gerir þetta kannski líka til að reyna að halda völdum? Akkurat líka, já, það er svolítið... Það finnur að undiraldan er að stækka, en hún er ekki að stækka vegna þess að það talaði inn í hana. Það þarf að vera réttu megin við og svo er þetta bara eins og Arna segir, þetta er bara risastór skólalóð og þó mér þykir nú vænt íslenskuna mína þá þetta einelti, þetta næri ekki alveg, það er bara þetta góða orð á enskunni bully, sem er einhvern veginn sterkast. Það eru bara þessi stóru freku sem að einski svífast og ég held að þeir sem að standa þöglir hjá þeir ekki búin að býta úr nálinni með það vegna þess að það held ég að komi oft í baki að fólki seinna meir eins og við höfum séð þegar hlutir koma fram í dagsljósið, alls konar kynferðislega áreitni og ofbeldi, að þá eru það ég gjarnan þeir sem að segja ég vissi þetta en ég sagði ekki neitt og mér líður svo illa yfir því og ég held að það sé bara svona, þetta er bara hlutfallið hvort þú ert stjórnmálamaður eða venjuleg manneskja á götunni.
og ég held að við verðum bara að fara að opna hjörtun og hugan og ákveða hvernig samfélagi við viljum búa í. Að við viljum halda hvert utanum annað og bara og lifa eins og sagði í saumastofunni hans Kjartans Ragnarssonar í gamla daga. Það er bara allir að vera góði við allar, nei það er nú í dýrunum í Hálsaskógi. En það var líka, Sigga gamla sagði í saumastofunum, ég finnst bara, það er allir að vera góði við alla. En svo er þetta náttúrulega líka sko iðnaður. Já, þetta eru peningarnir. Já, það situr svo í mér eftir að ég fór það er árlegt svona festival í London sem heitir Marxism Festival sem að er orðið sumafríi mitt alltaf, þetta er svona vikulangt prógram og þar á lokadegi kom Gabu Sitta sem er núna, hann var kjörinn sem þetta rektor Glasgow háskóla en er palestískur læknir og þannig að það var svona nemendakjör og nemendurnir 2023-2024 bara kusu hann sem sinn rektor. Skotarnir eru alltaf dálítið framalega. Já, einmitt og hann á þarna eina loka ræðunum á þessu festivali og hann var náttúrulega algjörlega brotinn í púlti sko en bent á það að auðvitað það sem að liggur undir í söllu er einmitt fjármagn og þessi sýningasalur drápstóla sem Palestínu fólk hefur náttúrulega búið við. Að vera tilraunadýr með dróna fyrir utan gluggana hjá sér og þú veist öll þessi hlið og allt þetta og þetta er sko besta drápstekni í heimi og þegar þessu verkefni á Gaza er lokið, hvað tekur þá við? Þá er þetta notað á okkur. Já, þá eins og hann segir, ég meina þá í rauninni er búið og þessar vopnasölu sýningar halda bara áfram og allar þær þjóðir og þeir þjóðarleiðtogar sem telja sig þurfa að losna við eitthvað svona surplus population, eitthvað umfram mannfjölda, hvernig sem þeir skilgreina það svo, geta þá keypt þessi vopn sem verður síðan haldið áfram að framleiða. Og hvenær kemur það á okkur og þess vegna var ég að vísa í sko að fljóta sofanda feðarósi. Að það er eiginlega ekkert val fyrir almenning að sitja hjá og láta eins og ekkert sé sko. Það er líka svo mikilvægt að átta sig á því að það sem hefur líka verið að gera er að það hefur verið að sko ekki bara virða að vettu í öll alþjóða lög og sáttmála heldur bara að það er bara hreinlega verið að rústa þeim alþjóða lögum og sáttmálum sem hafa verið samin og þannig að sko vegna þess að ekki er verið að bregðast við þegar það gerist þá er eins og þau séu bara ekki í gildi eða hafi bara ekki nokkurt vægi og séu merkingarlaus þannig að sko og það er svo mikilvægt að fólk að við öll áttum okkur á því að það er árás á allan heiminn skilur með þessu er verið að bara leggja þetta alþjóða regluverk sem við höfum sko sem hefur þó verið samið og þó að ekki allar þjóðir eða öll samþykki með flest með einhverjum myndan þá með alls konar og það er eins kannski þú veist maður vildi hafa hlutin öðruvísi en það er þó að sko það er bara hreinlega verið að gera það bara að engu og þess vegna er svo mikilvægt líka ekki bara þessi barátta heldur allar sambærilegar en ég fatt að sko ég svaraði alls ekkert þegar þú spurðir eitthvað með kröfurnar og hvernig hvernig það tókst og allt þetta sko að það var við ræddum ýmsar kröfur og það kom strax mjög skýrt fram að við vildum að það væru kröfur og svo á endanum ákváðum við sko að í rauninni staðan fyrir við varum að setja einhverjar 2, 3, 4, 5 kröfur fram sem þetta eru kröfur okkar eitthvað að þá bara að við myndum setja fram og Ingibjörg Sólrún setti þær fram og Finnbjörn setti þær fram og Birna las þær og að sko það er úr nógum kröfum að velja það eru nóg, kröfurnar voru bara hreinlega aðgerðir strax orð sko tími orða er ekki liðinn, það þarf að halda áfram að tala en það þarf að fara í aðgerðir tími aðgerðarleysis er liðinn löngu liðinn og við vitum það öll og þau hafa öll vitað það og en við settum þannig að við bara segjum þú veist hér og við höfum eftir að fylgja því eftir meira að setja fram þessar kröfur það er
sko að ganga til, það náttúrulega sniðganga, efnahagslega sniðganga, slíta stjórnmálasambandi, ganga í haghópin sem að fólk ennþá að læra hvað og við eigum eftir að ræða meirum og ganga til liðs við kæru Suður Afríku og alla þær þjóðir sem að styðja hana og fleira og við ákvaðum bara sko, þú veist, við þurfum ekki við erum orðin svo óbúðslega breiðfylking að sko við setjum þetta sem hópur setjum við bara kröfuna aðgerðir fram og svo kynnum við möguleika sem þau náttúrulega vita af en við bara setjum þær fram og við eigum eftir að setja það meira fram og eitt af því sem við erum að skoða núna og ég mjög spenntur fyrir að gera að það væri að halda bara mjög fljótlega málþing, opinn borgarafund þar sem við komum saman einhverjum góðum stað og bara kynnum þessar mismunandi kröfur skoðum saman bara hvað þýðir það að ganga til liðs við kröfu Suður Afríku ákæru Suður Afríku gegn Ísrael, hvað það, hvað felur það í sér og hvað þýðir það að ganga til liðs við haghópin hvað felur það í sér og hvað hvað þýðir það að fara í fjárhagslega sniðgöngu efnahagssniðgöngu, hvað þýðir það að slíta stjórnmálasambandi hvað finnst okkur réttast að gera og í rauninni bara taka svolítið og svo, ríkisstjórnin eitthvað að ræða þetta núna og utanríkisráðuneytið en sko svolítið þetta bara, við erum búin að mótmæla opaslega mikið, við erum búin að öskra mikið, berja í potta og það er bara, það er allt bakgrunnur að því sem að í rauninni kannski við erum bara svolítið öll að því við erum búin að fá nóg að þessu aðgerðarleysi þannig að þá, sko, ef þau ekki fara að kynna sér þessar kröfur þá erum við bara að fara að kynna okkur þær og þetta er bara hér með Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur og ríkisstjórninni Kristrúnu Frosta og öllum boðuð á þennan fund hvenær sem verður og kannski sem fyrst og kannski verður hann ekki en það er svona ein hugmyndin vonandi verður hann ekki og ég held að almenningur hefði mikinn áhuga að mæta og bara nýr þjóðfundur hvað sem við erum náttúrulega mótmælendur náttúrulega búin að vera að spurja þessara spurninga endalaust bæði náttúrulega á mótmælafundum og þar sem að stjórnmálamenn eru að læðast bakteríamegin í burtu og manni finnst þetta allt eitthvað svo kjánalegt en það kom aldrei neins svör og ekki heldur þegar þeir eru sendið gegnum netið inn á einhverja síður eða eitthvað og það kom aldrei neinar útskýringar og manni finnst þar alltaf, maður er búin að heyra svo oft þetta við þurfum að vera að samstíga okkar vina þjóðum og það er þá helst kannski Norðurlönduna eitthvað en það er fullt af þjóðum sem er að gera eitthvað akkur getur ekki verið það er líka það er ekkert allar í takt það er ekkert allar í takt og kannski bara einmitt er það mjög hernaðilegt það er einmitt það sem að sko við erum að segja að þegar að það er bara svo ótrúverðugt og það er svo sko maður skilur eiginlega ekki af hverju sko hvernig Þorgeir og Katrín til dæmis bara eiginlega leyfir sér að segja svona og ég skil ekki alveg af hverju sko hún hefur ekki fengið þessa spurningu fyrir löngu frá fjölmiðlafólki sko ég hugsa hún fara að koma núna að hérna sko að þú mætir ekki í alvöru fjölmiðla já en sko þegar hún segir að þau sé að bíða eftir sko samstöðu og að aðrir takið þátt það er eins og þú segir það er Suður Afríka er með mál gegn Ísrael þar eru fjölmörg lönd sem að taka þátt í því og það er haghópurinn þar eru 8 lönd og það hefur komið ákall til ríkisstjórnarinnar að taka þátt og það vantar þessa spurningu af hverju hefur verið tekin svo meðvitað ákvörðun að sinna ekki því kalli á sama tíma og sagt við erum að bíða eftir að lönd stígi fram og gera eitthvað og við viljum þá kannski taka þátt í því hefur það eitthvað, sko maður spyr sig að því maður fær engin svör eða engar sko vísbendingar hver er ástæðan geta verið hefur það eitthvað að gera með hvaða lönd þetta er hnattræna suðrið sem er virkast í þessu en eins og með ákæru Suður Afríku og þá eru það Spán Írland og ég held Slóvenía þáttakendur þar gæti Ísland mjög einfaldlega bæst í hóp Evrópu þjóða það var aldrei neinn spurninga hvort hinum búlíanum á skólalóðinni Rússum
þar var bara öllu skellt í lás og engin efaðist um það. Þetta er líka spurning sem við höfum sett til, bara eins og til dæmis til háskólana allra. Þetta er náttúrulega ótti við Bandaríkin. Já, það eru peningar. Þetta eru, þú veist, óttin við sko megnið af okkar túrisma sem er orðið eitt af þessum stóðum í íslenskum efnahag, að megnið af þeim túrisma kemur frá Bandaríkjunum. Annað er að mikið af okkar fiski fyrir utan, þú veist, megnið ánum fer á Evrusvæðið, en stór hluti fer líka til Bandaríkjana. Þannig að sko, meira segja Þorgerður Katrín, hún sagðist nú að Trump hefði nú verið nú bara skemmtilegur, heitlandi, já. Og bara, já. Til að verja viðskiptahagsmuni Íslands. Ég segi nú bara eins og afi minn heitinn sem var frá Írlandi, bara þú veist, Jesus, Mary and Joseph. Þú veist, að þetta er óttin við peningaflin. Þetta er óttin við Bandaríkin. Það var ekki ótti gagnvart Rússum, að því Rússar er ekki stóri bróðir. Við erum búin að vera undir hælnum á Bandaríkinum frá því að þeir tóku yfir frá Bretum 1942 og við erum búin að vera eins og litla Ameríka gjörsamlega með þú veist hvað maður segja, með tristandi á brauðmóla frá Bandaríkjunum á einu öðru leyti. Það er nú frægt að þú veist, Ísland fekk meira hlutfallslega úr Marshall-aðstöðinni sem kom beint frá Bandaríkjunum en margar aðrar þjóðir. Allir togurinn okkar svona voru meira minna kostaðir af Bandaríkjunum. Þannig að þú veist, og öflin hérna á Íslandi, það er að segja okkar 1%, sægreifarnir hérna, að þeir eru náttúrulega beintengdir Bandaríkjunum á einn annan hátt. Þannig að það að stjórnmálamenn þor ekki, þú veist, og hafa ekki kannski kjark í að taka afstöðu fyrr en þeir finna að þeir hafa stóran hluta þjóðarinnar bak við sig, er óttin við peningana, við valdið. Þar liggur hnífurinn í kunni og þar liggur hnífurinn í kunni allstaðar í Evrópu, allstaðar á Norðurlöndunum. Það er alltaf óttin við eitthvað sem er stærri og frekari og og það er stundu sagt eins og í leikhúsinu, það er betra að vera vinur aðals en ekki. Þó að þessi aðal sé skítmenni. En þess vegna líka til að vera svona til að taka þetta á sko jákvæðanótunum, að því að við tölum líka fundin sko sem samstöðufund, að þá er sko bara líka markmiðið að annars vegar, eins og við segjum, kröfur á ríkisstjórnina aðgerðir, en við erum líka að veita þeim þann stuðning, sína þeim, veita þeim þann stuðning sem þau þurfa til þess að fara í þessar aðgerðir, af því að þú veist sko, það náttúrulega efast enginn það að öllum sem er í ríkisstjórninu og sitja á Alþingi þykir hryllilegt að horfa upp á börndrepin og allan þann hrylling sem er þarna í gangi, þannig að sko, og auðvitað, þú veist, þau þurfa að finna fyrir því að þjóðin vill aðgerðir, þau er erfitt með að grípa til aðgerða í einhverju tómarúmi en núna hafa þau þann stuðning frá okkur og þau bara munum fá enn meiri stuðning frá okkur og þau með að vita það, þannig að þau bara endilega grípa þann bolta á lofti. Svo heyrir maður náttúrulega þeir sem eru hræddir við að skoða þetta mjög náið og maður heyrir þessi rök alltaf, er ekki nóg að fólki hér heima sem þarf að hjálpa, við að vera að hugsa fólk út í heimi og það sem við vorum að tala áðan, það mun koma að okkur, þannig að við skulum endilega leggja okkur fram að hugsa þetta, og ég er alveg viss það miðað við til móttökuna sem að okkar félag Vonarbrú hefur fengið, að það eru ótrúlega margir sem eru tilbúnir, ég meina það er fólk sem reynir leið og það fær launin sín eða eftirlaunin eða örorkubæturnar að setja eitthvað smáræði og allt telur og ég er alveg viss að það er kannski einmitt það fólk sem er líka að borga í eitthvað
fleira fyrir okkar fólk hérna heima. Bara fólk sem ekkert sama annað fólk. Og þá gerir maður það sem maður getur, það get ekki, enginn getur hjálpað öllum, en allir geta hjálpað einhverjum og við hjálpumst að með þetta. Akkurat. Hörðu, það var eitthvað, það var svona ræða frá Gaza sem að... Já, mér langaði að því að þessi fíni fundur, sko, það var búið að loka og læsa dagskráni þegar við fengum, í Vonabrú fengum bréf frá Gaza, frá vinum okkar á Gaza, sem að hafa einmitt geta dregið fram lífið vegna hjálpar frá Vonabrú og mér langar bara að þakka öllum sem að styðja okkur alveg óskaplega vel fyrir. Þetta að virka og það var ekki hægt að bæta þessu inn í dagskrána en þessi bréf, þetta var frá konu og manni og þau voru lesin á Akureyri og einhvers staðar víðar held ég á landinu. Mér langaði svolítið að fá að lesa bréfið frá henni hann í Júnis hérna, ef þið nennið. Kannski bara að fá að ljúka þessum þætti á því. Og kannski bara líka bæta því samt við hvaða þakka öllum sem að stóðu að fundunum all land. Já. Og náttúrulega líka bara að þakka Vonabrú fyrst að ykkar starf hefur bara óbúðslega mikilvægt. Og en eins og sé, það var óbúðslega mikilvægt sko, að þessir fundir skildu vera all land held ég og já, sem að sýndi þessi samstöðu og að fólk all land skildi vera tilbúið að stökkva og stökkva til og taka þátt í að skipuleggja það og mæta það bara algjörlega frábært. Og ekki bara Stórustöðin, það var Hólmavík og út allt sko. Áður hún lesa upp þá langt mig bara að bæta við að þú veist og bara ákall til stjórnmálamanna þú veist, ekki láta óttan taka ákvarðanir fyrir ykkur og ekki láta óttan sér ykkur vegna þess að ég trúi því að þjóðin sé bara upp til hópa og bara fólk almennt í heiminum upp til hópa sé gott fólk og það vill ekki að svona hluti sé að gerast hvorki núna, nýja fortíðinni, nýja framtíðinni og það standi á bakvið réttum ákvörðunum. Ekki okkar nafni. Gaza, 4. september 2025. Frá hjarta Gaza til ykkar allra, kæru vinkonur og vinir. Til ykkar allra sem koma saman hér í dag, og það fundurinn á laugardaginn, til að sýna fram á að mannkynnið lætur hvorki landamæri né tungumál stoppa sig, heldur stendur með mannúðinni. Í hverju hjarta býr miskunn og trú á að rödd manneskjunar verðað heyrast, sama hversu langt í burtu hún Hljóð flugvélanna hér, sprengingar og grátur þeirra sem mist hafa, þagnar ekki. Að vera móðir á Gaza þýðir að ég verð að berjast daglega fyrir lífi barna minna. Ég verð að fela óttan svo þau finn ekki fyrir honum. Ég þarf að reyna að sannfæra þau að morgundagurinn verði betri. Að eftir myrkrið muni frelsið sólin rísa. Þótt ekkert hér bendi til þess ennþá. En við gefumst ekki upp í þjóðarmorðinu sem hefur rænt börnin okkar æsku sinni, námi sínu, draumum og vonum. Góðgerðarstörf ykkar veit okkur hugarró. Heimili okkar voru lögð í rúst og við verðum að leita skjóls undir berum himni. Eða í tjöldum sem eru óbærilega heit á sumrin og óbærilega köld á veturnar. Láta beinin skjálfa af kulda. Við þurfum að reyna að komast af nánast eignalaus. Og við svo frumstæði lífsskilyrði að varla nokkur manneskja getur hafst þannig við og þola það. Á hverjum degi leitum við að vatni, brauði, lyfjum, öryggi og lífi. En þrátt fyrir allt þetta ég börnin mín enn upp í kærleika og trú á að einhverjum þyki vænt þau, jafnvel úr fjarlægð. Þið á Íslandi eruð ljósið sem lýsir upp daga okkar. Vonarbrú ekki bara verkefni,
heldur raunveruleg björgun. Aðstoðin sem við fáum frá Vonarbrú ekki aðeins fjárhagslegur stuðningur, heldur líf. Heilsa barnanna, máltíð fyrir fjölskylduna, samtal og skjól fyrir óttaslegin hjörtu. Þið hjá Vonarbrú eruð ástæðan fyrir þessu öllu. Í hvert skipti sem hjálp berst frá ykkur, vitum við að til fólk sem lokar ekki augunum. Það til fólk sem hlustar á sársauka okkar og sem veit að mannleg reisn ófullkomin án samkenndar. Ég brosi af þakklæti til ykkar sem sýnið okkur samkennd. Vegna ykkar og ykkar stuðnings næ ég að halda í þolinmæðina og þrautsegjuna sem við þurfum öll á að halda. Ég að skrifa þessi orð núna og börnin mín eru hérna hjá mér. Þau leika sér þrátt fyrir stríðið. Þau hlæja og borða þrátt fyrir allt, því Vonarbrú gefur okkur ástæðu til að standa upp, til að lifa, til að halda áfram sama hvað. Þið valdið raunverulegum breytingum fyrir okkur. Rödd ykkar nær til okkar. Við vitum að þið mótmælið. Skilaboð mín til ykkar eru þessi: ekki hætta. Haldið áfram að mótmæla og haldið áfram að styðja þessa mannlegu brú. Hún hönd gæskunnar og björgunar böndin sem við þurfum. Það sem þið byggið von, líf og reisn. Frá Gaza, úr hjarta mínu og hjörtum barna minna. Takk. Hanín Júnis. Mikið verður það fallegt. Takk hérlega fyrir þetta. Maður kemst alveg við. Já, þetta ekki auðvelt. Nei, þetta það ekki. En þetta þetta Vonarbrú þetta mikilvægt verkefni. Það mörg svona lítil verkefni sem að hafa einhvern veginn sprottið upp einfaldlega vegna þess að fólki stendur ekki á sama. Nei. Og það mjög gott og það mjög fallegt að heyra að þetta næra alltaf leið. Fólk hefur náttúrulega verið rætt við að styrkja fólki gegnum þessa reikninga og svona það rætt við að séu svindlarar út allan heim. En við vitum nákvæmlega hvað þetta fólk Við erum með staðsetningapunkta, við erum inni á heimilunum í miðri sprengjuárás jafnvel. Þannig að það ekki verið að svindla þarna og við vitum að þetta virkar. Þannig að það geta allir tekið þátt. Það geta allir tekið þátt. Vonabrú.is, fara inn á það. Já. Ragnheiður Steindórsdóttir, Sara Stefhildar, Arna Magnea Dangs og Ólafur Ólafsson, þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig svona eftirleikin eftir stóru mótmælin og við höldum bara áfram, eða ekki? Ótrúið áfram. Takk fyrir að bjóða okkur. Tókið við það meira hér handan við auglýsingar. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Ríkisstjórnin hefur sýnt á spílinn, las ég á einhverjum fréttavef í morgun í fyrirsögn, í fréttum fjárlagafrumvarpið. En hvaða spil það? Og hvað það sem vantar? Ekki bara í fjármálu ríkisins, heldur sem dæmi í umhverfismálin, hver ástæðan í utanríkismálum, of mikil einsleitni inn á þingi, vantar allir Pírata, VG, sósíalista. Í tilefni þingsetningar á morgun komnir hingað að rauða borðinu 2 góðir gestir. Þetta Guðmundur Hrafn Arngrímsson hjá Leyendasamtökunum. Þú skipaðir oddvitasæti hjá sósíalistum fyrir síðustu kosningar. Vertu velkomin. Og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir sem þjóðinni að góðu kunn sem þingmaður Pírata, en ekki núna. Sko,
hafið þið náðið eitthvað að kíkja á fjárlaga frumvarpið? Við byrjum kannski á þér, Þórhildur Sunna. Nei, blessunarlega, það var þetta ekki fyrsta máli sem ég lít til að hausti lengur, þannig að nei, ég er ekki búin að kíkja á það. Og talandum að sína á spilin að þá þetta finnst mér vissulega að það mikilvægt að fylgjast með hvert peningarnir fara og fara ekki, sko, og það er sannarlega ein leið til þess að sína á spilin, en önnur eru þetta þingmannaskrá ríkisstjórnarinnar sem að ég hef allavega ekki séð en þá, það er nú venjan að hún birtist samhliða stefnuræði forsætisráðherra, þannig að ég reikna með því að það sé von á henni á bara allra næstu dögum, en það er svona ýmislegt kannski hægt að spá í spilinu hvað er framundan, miðað við það sem undan er gengið, svona sérstaklega kannski varðandi innanhúspólitík og hasar og annað slíkt, sko, sem að ég hugsa að halda áfram að vera áberandi í haust, miðað við hvernig þetta var í vor og sumar. Það kom beinlínis fram hjá sumum þingmönnum Flokks fólksins að þeir óttuðust, sko, þeir kvíðu vetrinum ef Sjálfstæðisflokkurinn ætlaði að vera með sömu tök á málþófi eins og við sáum meðal annars í sumar og þá var verið að leggja út á því að nýr þingflokksformaður yrði aðeins skárri eftir en sá fyrri. Já, það hann hefur vist lýst yfir að hann held að þjóðin sé hún leið á málþófi, ég hugsa að það sé sem alveg rétt lesið hjá honum með að við hvernig þetta málþóf þeirra veiðigjöldin hafði, maður mætti nú alveg halda þannig hvað áhrif að fylgi þeirra. En það breytir því ekki að það eru til margar leiðir innan þingsins og margir klækir sem hægt er að nota til þess að setja allt í frost og það er svona kannski einna helst það sem að ég hefði áhyggjur af þegar ég sá uppröðun leikmanna, ef svo mætti að orði komast, í upphafi þessa kjörtímabils varðandi til dæmis bara formenn nefnda og þingflokksformenn og annað, ég minn þetta er allt í besta fólk en hefur gríðarlega takmarkaða reynslu af þinginu, ég held að Sigmar sé eini þingflokksformaður stjórnarmeirihlutans sem að hefur ykkur þingreynslu og það sama gildir nefndaformennina, þetta er fínt fólk, ég hef unnið með sumum þeirra en fæst er að hafa eitthvað teljandi reynslu úr þinginu og þegar að svo pottin búin hjá stjórnarliðinu þá vaknaðu þetta ákveðnar áhyggjur að svona reyndari stjórnarandstaða geti séð sér leikaborði og notað öll þessi brögð sem að hægt er að nota til þess að hægja á hlutunum og teppa mál og annað og það er ekki bara gert með málþófin í þingsal, það er gert með fjöldanum öllum af fyrirspurnum og beðnum auka gestakomur og beðnum endurkomu gesta og annað sem oft eru þetta bara greiðarlega mikilvægt og lögmætt en getur líka verið notað í þessum tilgangi að svona eins og við kallum þetta alltaf að setja sand í hjólin. Og ef að fólk er ekki meðvitað þessi brögð, til dæmis með takmarkaða þingreynslu, að þá er kannski auðveldara að spila þennan leik heldur en ella. Og það má kannski það segja sína sögu, sko, hvernig þetta fór í vor og sumar. Ég held að þarna þurfi þingflokksformenn stjórnarflokkana svolítið að líti í eigin barm líka. Ég veit að stjórnarflokkarnir hafa sagt að það hafi bara einfaldlega ekki verið hægt að semja við stjórnarandstöðuna og kannski er það bara rétt hjá þeim en þetta er líka spurning skipulag að halda rétt að spöðunum alveg frá upphafi og til dæmis að gera ekki þau mistök að mæta svona seint með mikilvægt mál og veiðigjaldafrumvarpi en það er svo sem skrifast ekki að þingflokksformenn heldur ráðherra. Nei. Guðmundur Hrafn, hefur þú náð að kíkja á eitthvað í fjárlaga frumvarpinu? Ég var nú bara svona lesið aðeins yfir fréttirnar í dag. Ég er búin að vera út í skurði bara malaskóplu í allan dag þannig að ég fór bara heim og skiptum föt til þess að mæta hérna svona snertilegur viðtaldi. Þannig ég er ekki búin að leggjast yfir þetta en þetta er nú eitthvað sem að ég hafði hugsað mér að kynna mér bara hvernig fjármál ríkisins verið háttað en ég sáðist átið þessu svolítið að ég ætla að skila 15 milljarða halla og að sjálfstæðismenn vildu að gatinu eru loka þannig að það er greinilega, þetta er nú ekki mikill halli finnst mér svona með við það sem undan er gengið þannig að þarna hefur greinilega verið farið eitthvað svona varfærinskref nú var ég að tala svolítið úti inn í þetta án að hafa lesið nokkur staf hvað hvernig þessi fjármunum er ráðstafað en ég sko
Það gott að heyra frá henni Þórhildur Sunnu hvernig hún að lýsa svona vinnubröðunum og andrúmsloftinu inn á þingi. Ég held að fæstir gera sér almennilega grein fyrir þessu einmitt eins og hún að lýsa hversu stjórnarandstaðan gjörn á kannski og jafnvel þetta á alla bóga vera að kasta sand í hjólinn á svona mikilvæga málum. Ég segi nú bara fyrir mitt leyti að því ég í gegnum tíðina helst einbeitt mér að húsnæðismálum og umhverfismálum og mér finnst alltaf undarlegt að vera að vitna því að það sé ekki hægt að taka einhverja svona afgerandi ákvarðan til góðs sem eru klárlega til góðs og ég held að kannski 9 af hverjum 10 Íslendingum séu sammála að séu til góðs en það er ekki hægt að koma þessu nokkuð snurðulaust í gegnum þingi vegna þess að það eru mjög valdamiklir aðilar sem eru í forsvari eða málsvarar mjög þröngra hagsmuna sem að geta gert þetta endalaust og mér óvar svolítið fyrir því ef að núverandi stjórnarandstaða sem að við vitum að þetta eru svona þessu gömlu valdaflokkar og klæjar væntanlega alveg ógulega undan því að vera ekki við völd þegar sem þeir líður svona nokkuð vel og eru þá í samfloti með sínu fólki sem eru þessu stóru hagsmunasamtök fjármagnsins og atvinnurekanda. Nú geta þau ekki veitt þessum umbjóðendur sínum raunverulega umbjóðendur stjórnarandstöðunar núna eru atvinnurekendur og nú geta þær ekki veitt það sem að þeir eru gjarnir á að veita þeim þannig að þeim glæja náttúrulega ógulega undan þessari stöðu og ég held að við hefum eftir að horfa upp á svona svipaða taktík eins og var núna á vormánuðum og fram á sumar þar sem að stjórnarnas það mun bara ekki hleypa ríkisstjórninni á eitthvað skeið með að koma fram með góð mál og klára mál og ég tala nú bara þá að miklum áhyggjum gagnvart þeim skjólstæðingum sem ég hef verið að berjast fyrir gegnum síðustu 4-5 árin leigjendur sem hafa lengi beðið eftir því að það sé komið að móts við þá með einhvers konar stjórnvaldsaðgerð. Ég vann ekki sinni en að fyrirsagnir leigjendur í þessu frumvarpi Nei, en það held ég að leigjendur hafa aldrei beðið ríkið fjárútlát. Það að segja allar það aðgerðir sem leigjendur hafa verið kallað eftir hafa ekki átt að kosta ríkið en einustu krónu og þess vegna sjáum við finnst okkur þetta undarlega þessi tregða þegar að þú getur komið á móts við 45.000 fjölskyldur í landinu með einfaldri stjórnvaldsaðgerð sem kostar ríkið ekki krónu. Þess vegna finnst okkur svona undarlegt það er ekki eins og sé verið að biðja með að sé verið að byggja 4 nýja skóla og undirgöng og misla gatnamót upp í Úlfarsárdal það verið að biðja með einfalda stjórnvaldsaðgerð sem eru þaulprófaðar í flestum löndum í kringum okkur Þannig að ég held að þetta eftir að vera erfið vetur og ég held að núverandi stjórnarandstaða muni reynast stjórnarmeirihlutann mjög óþægur ljár í þúfu. Já. Maður spyr sig aðeins anda þessara ríkisstjórnar til dæmis í utanríkismálum Þórhildur Sunna, þú varst náttúrulega mjög öflug þar og þegar þú varst þingmaður á sama tíma og við erum að ræða saman hér held ég að standa yfir fundur í utanríkismálanefnd, við vitum ekki hvað kemur út úr honum en við urðum vitni að mjög kröftugum mótmælum helgina gegn ástandinu á Gaza. Hvað finnst þér það hvernig Þorgerður Katrín og þau í ríkisstjórninni hafa haldið á afstöðu Íslands gagnvart A. Ísrael, B. þessu Úkraínumáli og hvernig Trump hefur komið fram og talað? Í fyrsta lagi þá finnst mér auðvitað svolítið frústrerandi að vera ekki á þingi eiginlega einna helst í þessu samhengi. Að geta ekki talað máli Palestínu inn á þingi og hafa ekki þennan áhrifamátt sem að ræðupúlti sannarlega gefur manni í þessa átt vegna þess að mér hefur fundist alveg tilfinnilega vanta fólk sem hefur eitthvað kjark til þess að kalla hlutina réttum nöfnum
inn á þingi og að berjast fyrir því að Ísland gerist meira afgerandi í stuðningi sínum við Palestínu og í aðgerðum sínum gegn Ísrael. Ég var nú þáttakandi í undirbúningshóp þessara mótmæla þjóð gegn þjóðamorðið sem fór fram núna land allt síðastliðinn laugardag. Og hafið þökk fyrir það. Já, og bara takk öll sem að mættu. Þetta var algjörlega stórkostleg stund og mjög kröftug og ég lít svo á að þetta hafi verið bara fyrsta skrefið af mörgum. Það voru 185 samtök sem skráðu sig til leiks og lögðu þessum málstað lið með þáttöku sinni og mér finnst það senda mjög skýr skilaboð til ríkisstjórnarinnar að tími innantómra yfirlýsingar sé liðin og að tími aðgerða sé komin. Eins og Þorgerður sagði svo sem sjálf á fundi Sameinuðu þjóðanna í New York fyrir svolítið síðan tveggjareikjalausnina þar sem hún talaði að tími aðgerða væri runnin upp en frá því að sú ræða var haldin hef ég ekki séð neinar aðgerðir. Þannig að varðandi Palestínu þá finnst mér hafa ríkt ákveðið bara dugleysi og hugleysi og svona verið að bíða og sjá hvað aðrir gera frekar heldur en að gera það sem er rétt eins og Ingibjörg Sólrún talaði nú í Kastljósi daginn og ég sat til dæmis með Sigmari, góðum fyrirverandi vinnufélaga, þingflokksformanni Sigmari Guðmundssyni, þingflokksformanni Viðreisnar í vikulokunum og hann kallar þetta þjóðamorð og hann segir að við verðum að vera réttu megin sögunar og ég er sammála í því en það fylgir alltaf eitthvað svona en við verðum að bíða eftir að aðrir sé tilbúin að hoppa yfir þessa línu að vera réttu megin sögunar áður en að við ákveðum að fara þangað sem að ég bara er orðið mjög óþolumóð gagnvart. Mér finnst þetta ekki réttlætanlegt og nú er það svo að margar Evrópuþjóðir hafa tekið einhver skref við getum kallaði varfærin en þau eru samt til staðar. Ég minna við sjáum að Slóvenía segist ekki að taka þátt í Eurovision ef að Ísrael fari að vera með og hefur líka farið held ég af stað með vopnasölubann til Ísrael og sömuleiðis Spánn núna að tilkynna að þeir mun ekki selja vopn og heldur ekki þjónusta skip. Þetta er allt sem að gæti verið að flytja eldsneyti til Ísraels jafnvel. Þetta er allt aðgerðir sem að hafa minnstakosti eitthvað smá bitkraft og hingað til hefur íslenska ríkisstjórnin haldið sig við yfirlýsingar og mér þykir það mjög miður. Varðandi Úkraínu þá er auðvitað heiminn að hafa á milli þess hvernig íslenski ráðamenn hafa komið fram við Úkraínu versus hvernig þeir hafa komið fram við Palestínu. En mér vil lítið þetta skrifa upp á þessa ríkisstjórn í þeim efnum þannig séð ég meina okkar afstaða og stuðningu við Úkraínu á rætur að rekja til áætlunar sem var samþykkt á síðasta kjörtímabili og ég held að hafa nú allir stuttana með atkvæði sínu þótt að við höfum gert athugasemd við það nýmæli að við varum allt í einu farin að borga beint í vopnakaup fyrir Úkraínu, þar sátum við hjá en það var almennt bara þver pólitísku stuðning við Úkraínu svo ég noti nú þetta óþjálega orðalega það og ég held að það hafi nú lítið breyst í þeim efnum en ég einhvern veginn bar þá voni brjósti þegar þessi ríkisstjórn tók við að það myndi bregða við annan tón gagnvart Palestínu heldur en verið hefði hjá fyrrverandi ríkisstjórn en mér hefur fundist það svona töluvert máttlausari heldur en að ég hefði vonað. Já, og svo er það Trump sem hefur verið að ógna okkar nágrannum á Grænlandi og fleira. Ég man ekki hvort ég minntst á það í eingangnum eða ekki en í mínum huga þá er kannski svolítið vandamál að það er svolítið einsleitni inn á Alþingi gagnvart stórum álitamálum. Í utanríkspólitíkinni þá dettur mann í huga að það verði kannski ekkert allt svona mikil umræða mál sem að þyrfti að ræða, er það líka þín tilfinning líka? Já, sannlega og í útlendingapólitíkinni og bara í mörgum mikilvægum málum að þá er bæði ríkisstjórnin frekar langt til hægri þótt hún sé svona kannski frjálslynd fyrir utan flokk fólksins, ég get ekki beint kalla frjálslynda flokk. Frjálslynd og alþjóðasinnið og svo er flokkur fólksins svona ekki alveg þar en þau eru öll svolítið til hægri. Já. Og svo er bara ennþá meira til hægri í stjórnunarstöðinni og það finnst mér mjög vont jafnvægi þegar að þrýstingur sem ríkisstjórnin sem er nú þegar svolítið til hægri að eini þrýstingur sem hún fær innan þings er að fara lengra þangað og samningaviðræðurnar á milli stjórnar og stjórnarandstöðu sem alltaf þurfa að fara fram að einhverju marki þær verða þá
í þá veru að draga hana lengra til hægri heldur en hún nú þegar og þarna hef ég alveg sérstakar áhyggjur af réttindi fólks á flótta og fólki bara almennt erlendum ríkisborgurum, flótta börnum og öðrum sko, að því ég fylgst áhyggjufull með fyrirætlunum dómsmálaráðherra brottvísanir, hvað sem þau kalla þetta, sem að ég kalla nú bara varðhaldsbúðir fyrir flóttafólk og annað sem að ég bara hef töluverðar áhyggjur af að muni vera samþykkt á þessu þingi vegna þess að það verðist algjör einhugur það að í raun gefa í frekar heldur en draga úr þeim ómanneskilegu heitum sem að ríkt hafa sérstaklega gagnvart fólki á flótta en líka bara almennt gagnvart útlendingum á Íslandi. Ef rétt sem Þórhildur Sunna segir hér að við séum með hægri sinnaða ríkisstjórn og enn meira hægri sinnaðan stjórnar minnihluta, hvað segir það svona þau gildi sem að þú og þið í sósíalistaflokknum hafi barist fyrir? Hvers má vænta í vetur og næstu ár? Þetta náttúrulega mikið áhyggjuefni. Þetta rétt eins og Þórhildur Sunna lýsir. Við erum með, ég myndi segja ríkisstjórn sem bara tiltölulega hallast frekar mikið til hægri með viðreisn í efnahagsmálum og flokk fólksins kannski í allana svona félagsmálefnunum. Já, svona íhaldsflokkur að mörgu leitir sem hallast til hægri í mörgum málum. Já, ég hef miklar ágjörð af þessu. Það sé ekki raddir hann inn á þingi sem eru róttækar félagshyggjuraddir og róttækar svona húmanískar raddir sem að kalla eftir réttundum almennings og svona verja hlut minnihlutuhópa. Ég hef miklar ágjörð af þessu. En mér langar aðeins að tala hérna varðandi Palestínu. Og þetta náttúrulega einhver mestur hryllingur sem að ég get ímyndað mér og mér finnst mjög erfitt og ég hef sagt það við börnin mín til dæmis sem mér þykir fyrir því að þau þurfi að alast upp við þetta að horfa upp á fólk í kringum sig, samfélagið, ríkisstjórnina og forsvarsmenn þeir samfélag sem þau alast upp við beita sér ekki í þessu. Mér þykir að leitt að þau þurfa að upplifa, þau þurfa að vaxa upp í þessu andrúmslofti þar sem að stjórnvöld eru ekki að gera allt sem þau geta til að stöðva þjóðamorð. Þess að ég veit að krakkarnir mín eru að sjá þetta á skjánum hjá sér mörgu sinnum á dag og ég held að það sé alveg hræðilegt að alast upp við að það sé normalisera að einhverju leyti að það sé ekki gert neitt við þessu. Hvaða gildismat eru við að senda út í kosmosið? Gagnvart þessum krökkum sem að hugsa með sér, þetta hræðilegt. Það verður að drepa lítil börn, það verður að drepa jafnaldra okkar, það verður að skjóta sprengju undan fæturnar og hendurnar. Þetta að svelta í hel og svo svona jaml og föður svona í efsta laginu sem að við rauninni erum að tengja gildin okkar við þetta fólk. Þau eru að eiga endurspegla okkar gildi og það bara jaml og föður. Þetta finnst mér stór alvarlegt og það er líka eitt í þessu þegar við erum að horfa upp á ríki og erum að benda á Spán og Slóveníu og Noreg og svona sem er að senda frá sér svona einhverja yfirlýsingar. Þetta er allt gott og gilt. Ég hef það hins vegar tilfinningunni að þau séu að færa sér svona innan einhver svona grásvæði sem er heimilt að gera. Þetta er ekkit eitthvað sem að býtur sérstaklega á Ísrael. Ef að gildismat ríkisvaldsins það er þjóðamorð og við ætlum að bregðast við því, þá gerum við það ekki með að segja við ætlum ekki að keppa í Eurovision. Það gerum við með því að slíta stjórnmálasambandi við það ríki sem er að stunda þjóðamorð. Það er að segja ef við erum búin að komast að þeirri niðurstöðu, ríkið stundar þjóðamorð, þá er úrræði ekki, við ætlum bara ekki að keppa í söngvakeppni með þeim. Við gerum allt sem við getum, sem er til dæmis að slíta stjórnmálasambandi við ríkið og senda þau skilaboð. Við viljum ekkert hafa með að gera stjórnvöld sem að stunda þjóðamorð. Við viljum ekki hafa með þau að gera. Við viljum ekki stunda viðskipti, ekki menningarskipti. Við viljum ekki að stunda nein samskipti við þjóð sem að lætur svona. Og þetta hef ég stundum af tilfinningun að það sé ákveðna dygðaskreitingar í þessu.
og þetta sé mjög varfærið og ég hefði á tilfinningar sé búið að semja vegna þess að stjórnvaldi í mismunandi löndum, þau verða að fá að hreyfa sig inn í þessu máli. Vegna þess að þrýstingur er svo mikil heima fyrir að stjórnvöld verða hreinlega að geta komið fram og þá er hreinlega búið að veita með einhverja heimild, ég hefði á tilfinningunni, þess að búið að veita Spánverjum heimild til þess að stöðva sendingar á 300.000 byssukúlum til Ísrael í þetta eina skipti. Samt eru búin að senda alveg ógrynna vopnum hingað til. Þannig að ég vara svolítið við með svona, en þetta eru góða fréttir þegar stjórnvöldur að gera svona, en þetta eru hænuskref og ég hef á tilfinningun að þetta sé ekki muni ekki skila þeim árangri nema að eitt ríki bara stíi fram eins og Ísland gerði gagnvart Eystrasaltsríkjunum, gagnvart Slóveníu og Króatíu þegar í upphafi 10. áratugarins, þá steg Ísland bara fram og sagði bara við viðurkennum sjálfstæði þessara ríkja. Og jafnvel þó að Þýskaland og Danmörk og flest stóru ríkin í Evrópu voru búin að segja þetta mun orsaka stórkostlega diplomatiska og viðskiptalega krísu fyrir ykkur í komandi framtíð. En það varði ekki. Nei. Og ég held nefnilega að ef að Ísland tekur skrefið, þá munum fleiri ríki fylgja kjölfar. Núna eru einmitt margir sem að halda það eina sem að halda okkur frá því að bregðast almennilega við gagnvart Ísrael sé óttinn við Bandaríkin. Ég held að það spilir mjög stóra röllu, sérstaklega hér á landi, við erum náttúrulega lítið herlaust land sem er með mjög umfangsmikinn varnarsamning við Bandaríkin sem var nú uppfærður bara frekar leynilega fyrir ekki svo löngu síðan sem að gefa Bandaríkjunum hans viðtakan rétt á íslensku yfirráðasvæði með Bandaríkjaforseta sem er gjörsamlega ófyrirsjáanlegur og óútreiknanlegur sem að hefur talað bara sækja sem meira landsvæði sem að hann ágirnist og er að tala okkar næstu nágranna í því samhengi þannig að augljóslega er úr vöndu að ráða fyrir Þorgerði Katrínu og Kristrúnu Frostadóttur þegar þær hugsa utanríkispólitík Íslands í þessu samhengi og þær eru nýkomnar í þessi embætti og vilja vanda sig og þetta er að sjálfsögðu eitthvað sem að þær þurfa að taka tillit til vegna þess að það er svona búið að eiga sér stað ákveðin, ég tala að gríman hafi fallið, ég meina Bandaríkin hafa alltaf ráðið öllu sem tengist Ísrael og þau hafa líka bara mjög reglulega ráðist inn í ríki sem að hafa einhvern veginn ógnað þeirra efnahagslegu hagsmunum eða bara ekki verið nógu tilbúin að fórna sínum eigin efnahagslegu hagsmunum fyrir efnahagslega hagsmuni Bandaríkjana en þetta hefur alltaf verið svolítið dulið inn í svona allavega einhvers konar leikriti réttarríki, mannréttindi að alþjóðalög skuli virt, að samningar milli ríkja skuli virt og nú er bara svolítið búið að sópa allavega þessu leikriti út af borðinu og þá er ekkert skrítið að fólk sem taldi sig búa í frekar öruggu alþjóðakerfi og trúir á það og vill viðhalda því upplifir sig mjög óöruggt og óvisst hvernig það eigi að navigata í þannig nýjum heimi og ég hef alveg fullan skilning fyrir því. Ég bara trúi það mikið á mátt alþjóðalagana og mikilvægi þess að við stöndum fast og keik við þá skuldbindingu okkar samkvæmt þjóðarétti að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir þjóðarmorð og akkurat núna þá er það sem er í gangi og við erum ekki að gera allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma í veg fyrir það og þetta er bara hagsmunamat hvort verður ofan á óvissu ferð þar sem að við stöndum réttum megin sögunar eins og komast var á orði eða önnur óvissu ferð með herra Trump sem ætlar að gera Rivieru á Gaza skilur. Ég meina þetta er náttúrulega bara orðin svolítið sturlaður heimur en mér langar að tala aðgerðir sem virka út af því að ég meina þetta er allt eitthvað sem að gagnast hvort sem við hættum í Eurovision eða við förum í viðskiptabann eða við hættum að þjónusta faratæki hverskins sem að gætu verið að fara með vopn eða önnur hergögn eða tvínótatæki til Ísraels, þetta er allt saman eitthvað sem að getur gagnast og Palestína og Ísrael hefur alltaf, að því að núna erum við að tala yfirstandandi þjóðamorð en þetta náttúrulega, sumir vilja tala með þetta að byrja 7. október en það er auðvitað alls ekki rétt. Ísrael hefur fengið að komast upp með
svívirðileg brot á alþjóðalögum allt frá upphafi þess ríkist. Ég meina bara sköpun Ísraels var brot á sjálfsákvörðunarrétti palestínsku þjóðarinnar, við skulum bara segja það eins og er. Og alla götur síðan hefur Ísrael fengið að brjóta gegn sjálfsákvörðunarrétti og mannréttindum palestínsku þjóðarinnar, brjóta alla Genfarsáttmála hægri vinstri, fram og tilbaka með landráni, með mannréttindabrotum, með morðum, með sprengjuárásum, með því að fangelsa börn í þúsundatali á hverju ári fyrir ekki neina sakir og brjótaði niður, pyntaði og jafnvel stundum drepaði. Allt þetta hefur fengið að viðgangast í marga áratugi, þannig að Ísrael hefur alltaf verið eitthvað svona sérstakt case þar sem við horfum bara á það og segjum já, herðu, þið megi fremja þessi mannréttindabrót og núna erum við komin á hápunktin á þessu mjög svo langa ferli. Og þetta svolítið eins og með aðskilnaðarstefnuna í Suður-Afríku. Ég meina Ísrael líka aðskilnaðarstefnuríki. Það aðskilur sína þegna byggt á því hvort þeir eru gyðingar eða palestínubúar. Og kemur fram við á lagalega mismunandi og auðvitað murkar úr fólki á Gaza líftóruna eins og staðan núna. Að viðskiptaþvinganir, sniðganga á menningarlega sviðinu, sniðganga á efnahagslega sviðinu, þar að segja sniðganga almennings, sniðganga í öllu svona samstarfi. Þetta það sem á endanum varð þessu aðskilnaðaríki í Suður-Afríku að falli og þarna hafði almenningu gríðarlega mikið að segja. Og þetta alveg rétt hjá þér. Fólk að halda sig innan ákveðins eitthvað svona öruggsborða að fara alls ekki og langt til þess að styðja Palestínu. En málið að þetta hefur alltaf verið svona. Þetta búið að vera svona frá upphafi, að hluta til út af stuðningi Bandaríkjanna, að hluta til út af sögulegri eitthvað svona sekt. Og mörgum öðrum ástæðum sem kannski of langt að mála fara út í hér. En það þýðir líka bara að við þurfum að vera taktískt og við þurfum að vera strategísk þegar við reynum að berjast fyrir því að þetta þjóðamál stoppi. Við getum gert kröfur að slíta stjórnmálasambandi. Ég hef litið svo á að ríkisstjórnin sem bara búin að lýsa það oft yfir að hún ætla ekki að gera það og hefur talið fram sínar ástæður fyrir því að ég er búin að ýta því til hliðar. Þetta bara greinilega ekki eitthvað sem þau eru tilbúin að gera. Þá orku minni betur varð í að reyna að sannfæra þau eitthvað annað. Það þýðir ekki að ég sé ekki sammála því við ættum að gera þetta. Það þýðir bara að ég tel að akkurat núna sé að árangursríkast fyrir okkur að berast fyrir því að Ísland verði fyrst Evrópuþjóða til að ganga í haghópin sem að minnstakosti hefur tekið aðeins stærri skref heldur en þessi öruggu skref sem að Evrópuríkin hafa verið að taka. Eða þá einmitt að við förum í einhliða viðskiptaþvinganir sem að ég tel vera miklu stærra skref og ólíklegra að ná í gegn en mér finnst vera rétt. Ég vil ekki að við séum að flytja inn sótastrýmtæki sem framleidd eru á hernumdum á landtökubyggðum Ísraela í Palestínu. Ég meina það er bara stríðsklæpur í sjálfu sér. Þetta er bara efnahagsleg þáttaka í stríðsklæpum sem að við erum að taka þátt í með því að flytja inn sótastrýmtæki og aðrar vörur sem að liðsina landnáms fólki í Ísrael eða í Palestínu réttar að sagt. Ég meina þarna erum við líka að tala alls konar fyrirtæki svo Coca-Cola, Microsoft og fleiri sem að hafa beinan efnahagslegan ávinning af landráni Ísraela á Vesturbakkanum og við heldum áfram að vera í fullum viðskipti við. Ég meina íslenska ríkið, allur infrastruktúr íslenska ríkisins á netinu liggur við er í eigu Microsoft. Er þetta ekki áhyggjuefni? Er þetta ekki eitthvað sem við verðum að skoða? Það er til fullt af praktískum aðgerðum sem við getum farið í sem að geta bitið, geta haft áhrif og líka geta lækka okkar, sögulegu skuld þegar fram í sækir að við segjum að minnstakosti þá erum við ekki að borga fúlgur fjár til fyrirtækis sem að beinlíni stuðlar að landráni og stríðsklæpum. Ég náttúrulega, ég þykist vita það að það er eitthvað ákveðin svona realismi að núti sem að við kannski komumst aldrei almennilega að sem að erum ekki að fást við utanríkis samskipti og svona diplomasíu þá ríkir einhver veruleiki að núti sem að einstaklingar eins og Þórhildur Sunna hefur fengið svona einhvern nasa þegar af. Það er ákveðin svona þú getur bara ekkert ætt svona á hlaupið út undir þér og búist við því að eltið allir og þú sért einmitt með þennan réttlætisfána og öll gildi og viðmið á hreinu. En við gerðum það algjörlega viðstöðulaust varðandi Rússland. Við vorum ekki bara að fylgja öllum hinum, bara 1, 2, 3. Við lokuðum sendiráðun í Moskvu og sendum sendiherran heim og við tókum alls konar frumkvæði gagnvart risastóru heimsveldi. Við erum að tala Rússland kontra Ísrael.
sem segir okkur það að við séum að feta svona einhvern veginn vandræðalega gagnvart Ísrael öll þessi ár. Við erum ekki tala bara síðustu 3 ár, þetta er búið að vera svona sem frá því ég bara man eftir mér. Ég satt við eldhúsborði í sveitin og hlustaði á svona eiginlega nánast sömu rulluna alveg frá 1980. Þetta er góðu punktur, má ég aðeins stoppa þig núna því að ég veit að Þórhildur Sunna, hún þarf að víkja að velli bara 1-2 mínútur eitthvað svoleiðis. Ég ætla að leyfa henni að segja sitt síðasta hér í þessum þætti. Þú heldur svo áfram og situr aðeins lengur með mér. Hérna Þórhildur Sunna, bara svona lokum af því að mér finnst til dæmis þið 2 vera með svona áferðinn á ykkar málflutningi er mörguleiti svipuð. Hefur þú einhverja skoðun á því varðandi framhaldið hvort pólitísk samtök sem hingað til hafa ekki unnið saman eins og Píratar, sósíalistar og AFG er einhver framtíð með því að fylgja vopnum saman því bentu verið á að 20.000 manns eru landlausir og ekki fulltrúa á Alþingi og við erum að tala um þessa einsleitni núna. Þú veist, já, ég er alveg opin fyrir samtali á milli þessara hópa möguleg kosningabandalög, til dæmis fyrir næstkomandi sveitarstjórnarkosningar eða eitthvað slíkt og þetta hefur oft verið, hvað ég var að segja, það hefur verið minnst á þetta reglulega og ég veit að það er alveg opin hugur fyrir því hjá okkur að eiga þetta samtal. En að því sögðu sko, þá held ég að það yrði flókið að ætla að fara í eitthvað sameiningaferli með þessar einingar, það væri þá frekar að koma bara með eitthvað nýtt svona afl og þá er spurning hverjir finna sig innan þess vegna þess að það er nú samt alveg töluverðar áherslu munir á milli þessara hreyfinga svona á sumum stöðum sem að skipta þó samt sem áður máli sko. En mér langaði bara rétt að segja aðeins varðandi Rússland og Ísrael, ég meina það er rétt, við höfum verið miklu duglegri í að beita efnahagsþvingunum og öðru gagnvart Rússlandi en höfum þar einmitt alltaf átt skjólið í að allir hinir krakkarnir í bekknum sé að gera það sko. Og það er auðvitað þannig að Rússland er viðurkenndur vondikall á meðan að Ísrael er það ekki og Rússland sætir sameiginlegum refsi aðgerðum alls Evrópusambandsins, Bandaríkjanna og fleiri ríkja á meðan að Ísrael gerir það ekki og það er þetta, þessi hugmynd sem ég vil skilja eftir hjá okkur og það er að ef við sjáum fyrir okkur hópa börnum að lemja einn krakka í stöppu og einn krakki stendur þarna hjá og er bara að bíða eftir að hinir krakkarnir komi og skerist í leikinn. Ég meina þetta er sama konsept sko á miklu stærri alþjóðlegum skala þar sem að vissulega eru fleiri peð, þú veist, þarna og biskupar á leiki kring sko en þetta er spurningin sem að mér finnst að ríkisstjórnin ætti að spyrja sig, ætlum við að bíða eftir einhver annar stöð við blóðbæðið eða ætlum við að minnstakosti að reyna þó að við séum smá. Og mér finnst mjög áhugavert að sko ég held að við værum kannski að fara að ræða kolefnisskatt og kílómetragjald en þetta er það sem liggur ykkur helst á hjarta og ég held að sé þannig svolítið með íslensku þjóðina líka að þessi alþjóðamál þau hafa meiri áhrif á það hvernig hinn venjulegi Íslendingur fungerar frá móti kvölds og það verður fróðlegt að sjá hvort ríkisstjórnin svarar þessu ákalli. En kærar þakkir Þórhildur Sunna, bara gaktu út úr þessu stúdíói og við sjáum síðar. Já, takk. Takk fyrir, sömuleiðis. Nú Guðmundur Hrafn, mér langar aðeins að ræða við þig að það hefur núna Inga Sæland er búin að vera að kynna ákveðnar betrumbætur fyrir hópa öryrkja. Ég nefndi áðan að ég hef ekki séð neitt, ég hef ekki heyrt einasta orð leigjendur. Við vitum að sá hópur hann er mjög illa staddur og fáir gefa honum gaum, fáir ræða þennan hóp í ranni stjórnmálana af því að ég er bara ekki alveg með það á hreinu hvað heldur að skýri það á hverju er bara svona látið eins og leigjendur sé ekki til og í öðru lagi hvaða stjórnvaldsaðgerðir væru heppilegastar? Sko ég veit nú ekki nákvæmlega hvernig það er á Alþingi núna en það hefur verið þannig og var það til dæmis á síðasta þingi að það var engin leigjandi á þingi
Já. Og það nú yfirleitt líka þannig að við komst að því sjálfur fyrir rúmum 3 árum síðan þegar að ég hef verið svona hálfpartinn illan leik komst að í starfshópi sem átti að fjalla leigumarkaðin. Þú komstu við illan leik inn í starfshópi? Já, það var einmitt félagi okkar, Ragnar Þór Ingólfsson, sem að krafðist þess af innviðaráðuneytinu að fulltrúi leigjenda sæti við borðið. Þarna voru 22 hagaðilar að fjalla leigumarkaðin og það var ekki gert ráð fyrir því að fulltrúi leigjenda sæti þar við borðið. Þarna voru fjölmargir leigusalar, þarna var fólk úr 3 eða 4 ráðuneytum og þarna voru fulltrúar 2-3 verkalýðsfélaga og annarra samtaka. Og fulltrúi húseigendafélagsins. En það var ekki gert ráð fyrir því að fulltrúi leigjenda sæti þar við borðið til þess að fjalla aðstæður á leigumarkaði. Og þetta held ég að skýrist af því að þarna að í efsta lagi í ráðuneytunum og inn á Alþingi og inn í því mengi öllu eru mjög fáir leigjendur og ef þeir eru leigjendur þá kannski láta þeir lítið á því bera, eru minnst að kosti ekki með þá sterku stéttaveitund sem þarf til að segja ég leigjandi og svona staðan mín og ég vil að þeir ávarpi þetta líka vegna þess að þetta veruleiki sem að þið þekkið ekki hafið kannski þykist þekkjan frá námsárunum eða eitthvað, það allt annað að vera leigjandi á námsárunum þar sem þú veist að þú ert að fara inn í betri tíma í framtíðinni og það hefur væntanlega ræst. Það held ég sé ástæðan fyrir því að það ekkert verið að tala leigjendur og ég hjó einmitt eftir því að það ekkert verið að tala leigjendur og mér finnst ótrúlegt að hlusta á það í viðtali eftir viðtali á eiginlega öllum miðlum þar sem verið að tala efnahagsástandið, þar sem verið að tala verðbólguna, vaxtastigið og það ekki talað að einn helsti orsakavaldurinn að þessu sameiginlega vandamál okkar allra sem hátt vaxtastig og há verðbólga eru aðstæður húsnæðismarkaði og þær koma til fyrst og fremst vegna stöðu leigjenda, þar að segja ágangurinn á fasteignamarkaði ekki tilkomin með 25 ára ungu pari með barn á leiðinni nýkomu og námi. Það ekki fólki sem að yfirbjóða fasteignir. Það eru fjárfestar sem að yfirbjóða fasteignir til þess að geta grætt á leigjendum. Það staðan á leigumarkaði sem veldur síhækkandi húsnæðisverði sem að veldur svo aftur næstu 50% af það verðbólguþrýstingi sem við búum við. Við förum að tala alls konar hluti í kringum þetta. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar gera það líka. Tala vexti á húsnæðislánum og þess áttar. Sjónarhornið alltaf þarna. Fólki sem að býr í eigin húsnæði. Það eins og sé búið að komast að einhverju þegjandi samkomulagi að það sé í lagi að fórna þessu mengi samfélagsins sem mjög skrítið. Hvað þetta stór hópur sem leigir? Þetta eru í kringum 45.000 heimili. Þetta engin smáræðisfjöldi. Og þetta en það hefur verið búið að vera að leika sem með þessa tölur vegna þess að lengi vel var það þannig að tölurnar sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tók til sín og sett í sína mánaðarskýrslur og mánaðarskýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar fóru svo inn í gagnagátt Alþingis og var eiginlega sá einu gögn sem að alþingismenn gátu sótt sér vegna þess að þú getur ekki bara sótt þér gögn í ræður sem að þú svona fær bara frá einhver mann út í götu. Þú þarft að fara í gagnagátt Alþingis og þar eru tölurnar hversu margir eru leigjendur. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun segir 22.000, það eru byggð á okkur skoðanakönnun frá fyrirtækinu Prósent sem eitthvað mengi af fólki sem það hringir í sem fyrir fram skráð hjá þeim, eitthvað púlja og þar komast þeirra því að það sé ekki nema 13% landsmanna á leigumarkaði vegna þess að púljan þeirra, hún bara var ekki öðruvísi samsett. En við vitum það vegna þess að Hagstofan telur þetta, við sjáum líka fjölda leigusamningar sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun notað Bennett heldur utanum og þróun í eignarhaldi á húsnæði. Það sjáum við þetta bara mjög greinilega þannig að það 30% af heimilum á Íslandi og þetta bara samþykkt tala sem þýðir 43-5.000 heimili. Þetta eins og segir, þetta
risastór, þetta eiginlega bara langstærsta einstaka stétt fólks á Íslandi. Það sé að fólk tekur samþykki þessa að það tilherða stéttlegenda, þá þetta stærsta einstaka stétt á landinu og þarna verið að níðast á þessu fólki til þess einhvern veginn að skapa grundvöll fyrir mikill auðsöfnun á fasteignamarkaði og ég held að komi til með út af ákveðnum þáttum, það svo þéttingastefnan, lóðabrask og þess áttar sem að hafi bara átt að fá að viðgangast til þess að búa til sterk og öflug byggingafyrirtæki en mér finnst þetta náttúrulega bara ótrúlegt að þetta skuli hafa fengið að ganga svona lengi. Ég hef mátulega mikla væntingar til núverandi ríkisstjórnar. Ef það einhvern tíma lag, þá það núna, við erum með marga bandamennað inni. Dæmi stjórnvaldsaðgerð gæti verið. Það fyrsta lagi, þarf að leiðrétta húsaleigu. Vegna þess að húsaleiga, eins og þú hefur fjallað um þetta sjálfur og hefur fjallað mörgu sinnum undanfarið misseri, að húsaleiga hækkar jafnvel 100% umfram aðrar hagstærðir. Sem þýðir það að húsaleiga ekkert í tengslu við aðrar hagstærðir. Alltaf verið að segja við okkur, já húsaleiga fylgir hækkun á fasteignaverði eða fylgir einhver nei. Ef hún hækkar tvöfalt á við aðra hagstæðri sem þýðir það að það eitthvað sjálfstætt vandamál þarna inni, þá þarf að bregðast við því með að segja, að þarf að leiðrétta húsaleigu. Bara nákvæmlega sem var gert með húsnæðislánin 2015 og það eins og gert með ýmsar vörur sem ekki á samkeppnismarkaði, það sem þarf að finna bara eðlilegt verð og eðlilegt endurgjald fyrir þetta. Það var nú gert í áratugi, ríkið var sjálft með viðmiðun að verða húsaleigu á öllu íbúðarhúsnæði í sinni eigu í áratugi, þar sem að húsaleiga til dæmis átti að miðast við 5% af brunabótamati árslega. En bara villta vestrið í því núna? Villta vestrið, það þarf að setja viðmiðunarverð á húsalegu sem að sumir kalla leiguþak, við getum alveg kallað það, en það bara húttak sem er komið með mjög neikvæða merkingu vegna þess að hægrimenn og frjálsíkjumenn hafa lengi verið að leika sig með þetta því að þetta mistókst einhvers staðar fyrir 50-60 árum síðan. Fyrst mjög gaman að nefna það að það var mjög farið hart fram, það var í New York þar sem leigan var bara fastsett á íbúð og hefur ekki fengið að hækka síðan og sem náttúrulega ekki það sem við erum að tala um, af því að það eru til íbúður á Manhattan sem hefur verið leigja $500 af því að það var leigan árið 1972. Þannig að við erum ekki að tala um það, við erum að tala um það að það sé samþykkt að húsaleiga eigi að miðast við eitthvað og þá þarf að leiðrétta það líka vegna þess að svo hækkun sem hefur verið undanfarið svona 6-7 ár umfram allar hagstærðir hefur ýtt húsaleigu út úr öllu samhengi við annað. Við höfum talað um það hér að kaupa kannski íbúð í Vesturbænum eða Breiðholti framkallar afborganir upp á 230 til 290, 320 krónur á mánuði meðan að vera að leigja sömu íbúður kannski hátt í 100.000 umfram það sem þýðir það að þarna eitthvað samhengisleysi sem það er að bregðast við. Markaðurinn mun ekki laga það sjálfur. Stjórnvöld verða að gera það og verða að hugra ekki til þess að ganga fram fyrir skjöldu fyrir þennan hóp og segja við stöndum með ykkur. Við stöndum ekki með bröskurunum sem eru kannski 300 einstaklingar. Við ætlum að standa með ykkur. Við ætlum ekki að leyfa þeim að sjúga úr ykkur allt blóð og næringu og allt neyslu fyrir ykkar og ég skil ekki að svona hefðbundin sjálfstæðismaður sem að rekur smá iðnað og verslanir á höfuðborgarsvæðinu segi ekki við sitt fólk, við viljum fá neyslu og sem sagt ráðstöfunarfé leigjenda inn í samneysluna. Við viljum geta búið til störf með tekjum þeirra. Akkur á leigusalinn að hirða 80% af þessu til þess að geta fest klædna sínar ennþá frekar á húsnæðismarkaðinn. Akkur má leigjandinn ekki kaupa sér sófa, fara í frí, kaupa sér tjald eða mottu. Hann gerir það ekki. Hann lætur allt í braskaran sem að keyrir svo sjálfur á fínu bílum og kaupir svo auka íbúð. Þetta náttúrulega þetta eiginlega, eins og ég sagði í einu viðtölum dag, þetta eiginlega dystopískt að hugsa sér svona samfélag. Hluti dystopíunar eins og við höfum verið að kasta á milli okkar
og það látið eins og þessi hópur bara sé ekki til, það svo lítil umræða hann. Já, þetta mjög skrítið vegna þess að þegar verið að ræða þessa háu verðbólgu, hún náttúrulega hefur verið að ganga niður, en hún var gríðarlega há og alltaf hefur verðbólgu þrýstingur á húsaleigu verið í millum 42-50% af verðbólgu þrýstingnu. Þetta var minnst niður í 42%, eða 0,42 sem var þessi þrýstingur. Og ég skil ekki á hverju menn fari ekki þar inn, á hverju menn að agnúast út í hækkun á hjólbörðum eða gallabuxum í H&M eða fara menn bara ekki þar sem að stærsti svöðusárið og segja við lögum þetta svöðusári hér, þar sem að blæðir heilu mengi okkar samfélagi blæður út misrætt, en þeim öllum að blæða út, þetta getur ekki enda öðru sér, fólk bara blæðir út fólk svona endanum munu fólk náttúrulega ekki nýta þau tækifærið sem þau hafa, þá atgerðir sem það býr yfir vegna þess að fólk býr við bæði lítið húsnæðisöryggi sem talað að sé eitt að hættulegasta sem fólk getur búist við. Svíar komast nú að því að húsnæðisöryggi væri eitthvað mesta áfall sem að einstaklingur getur upplifað eða sem húsnæðismissir einstaklingur getur upplifað á lífsleiðinni. Að ef við búum þannig hnútana að þetta fólk geti virkilega tekið þátt og virkilega verið með reisn í samfélaginu og tekið þátt á pari við hina, þá náttúrulega búum við miklu betra samfélag og ég held að þegar að vera búið að skoða það eins og margir rannsóknir séu svolítið rægir við að einangra húsnæðisstöðu fólks þegar verið að skoða alls konar félagslega stöðu, áföll og vandamál í lífinu, rægir við að skoða nákvæma húsnæðisstöðu fólks. Ég veit að Varða nýbyrjuð á því að reyna að greina stöðu fólks á vinnumarkaði eftir stöðu þeirra húsnæðismarkaði. Að einangra stöðu einstæðra fjölskyldufólks, innflytjenda, aldurskeið og tekjuskeið og alls konar starfstéttir og skoða stöður út úr húsnæðismarkaði. Voru að byrja á sig fyrra. Ég vil sjá þetta í betra öðru samhengi. Ég vil sjá líka til dæmis sem við að skoða fólk sem hefur lent út af svona, hvað maður að segja, þessar hefðbundnu stig og samfélagsins. Við kannski lent á kast við laugin, jaðarsett í neyslu og þess áttar. Vegna þess að ég tel mig vita það og það hefur nú reynda verið svona komið fram í ýmsum skýrslum að þetta hefur gríðarleg áhrif á afdrif einstaklingsins hvort hann býr við húsnæðisöryggi eða ekki. Og það, ég heyrði nú bara hann heiti Helgi Gunnlaugsson, afbrotafræðingur, sem var held ég nýlega hjá þér og hann nefnir þetta og ég var sjálfur bara einmitt að moka skurð rétt hjá stúdíónu þegar ég heyr hann nefna þetta eitt af sem fyrstu orsaka þáttum, það nefnir stöðu á húsnæðismarkaði. Þarna vil ég sjá fleiri félagsfræðinga og þeir sem að rannsaka aðstæðu fólks greina eftir stöðu fólks, greina eftir stöðu húsnæðismarkaði. Ég held nefnilega að hafi, og hún hefur, þetta alfa og omega í afdrifum okkar. Það segir sér sjálft. En þegar ég spurði hana Þórhildur Sunnu áðan svona viðhorfennar til samstarfs eða einhvers konar regli var mögulega með öðrum flokkum og nefndi VG og ykkur í sósíalistaflokknum í þeim efnum, varstu spenntur að heyra svarið? Er einhver stemning núna fyrir því að fólk reyna að ná betur utanum hagsmuni til dæmis leigjenda og annara sem ekki virðast eiga sterka rödd í samfélaginu? Já, ég held að það sé ekki bara stemning fyrir því. Ég held að við sem að höfum verið að reyna að draga fólk til okkar og tala við fólk í hinu ýmsu samhengi og telja því trú ágæti okkar hugmynda og þess áttar. Við berum líka bara ábyrgð á því að hafa dregið þetta fólk til okkar, talið í trúum að kjósa okkur fyrir ákveðin gildi og ákveðin verkefni. Við berum líka ábyrgð á að segja, við verðum þá að tryggja það
að fremsta megni að þið hafið það valkost sem að mun ekki gera atkvæði ykkar að engu. Með 9 framboði? Já, ég held að sé eiginlega alveg ljóst að við getum ekki sameinast hvorki sem að VG, Píratar eða sósíalistar geta sagt við hina, komið þið inn í okkar herbyggi og sláist með okkur í förundur okkar merkjum. Ég held að það sé alveg af og frá. Ég held að sé eiginlega ætti raunni að kasta öllum svona hugmyndum fyrir borð, að segja sameinist þið undir okkar merkjum. En vissulega þá erum við að tala sósíalískt framboð, það að segja framboð félagshyggju fólks, það verður að finna sér vettvang, það verður að koma og segja við sína kjósendur, við tökum ábyrgð á þessu verkefni, við skulum tryggja það að við reynum allt til þess að finna sameiginlega fleti. Það eins og með svona breiðfylkingar, við getum ekki sagt að minnsti samnefnarinn eigi að ráða öllu, við verðum að finna stærstu samnefnarina og segja, getum við sammælst þessar stærstu samnefndara, hvort sem það eru það húsnæðismál, menntamál, umhverfismál, utanríkismál, mannréttindi. Ég held að það sé auðvelt að sameina og þverta þessa 3 flokka, svona málaflokka. Hver snemma væri æskilegt að stofnun svona nýs afls yrði að veruleika? Það er jú, hvað eru, nema 7-8 mánuðir í sveitarstjórnarkosningar? Já, ég sé það ekki svo rosalega brýnt að gera þetta fullkomið fyrir sveitarstjórnarkosninga vegna þess að það er nú eins og þannig. Þú ert að hugsa til þingkosninga? Já, ég hugsa til þingkosninga. Það er nú eins og þannig í sveitarstjórnarkosningum, við þurfum nú líka að hugsa að það eru sveitarstjórnarkosningar annars þar heldur en í Reykjavík, að flokkadrætti skipta oft miklu minna máli í frambúðum út á landi, í minni sveitarfélögum og þá eru oft bara samtíningur af fólki sem ætla sér bara að fella sjálfstæðisflokkin eða koma í veg fyrir, og það getur alls konar svona ílistar og kálistar og svo leiðis. En hefur þú áður opinberlega lýst þessari afstöðinni til nýs frambúðs eins og þú ert að gera? Nei, ég hef ekki gert það. Ég hef eins og átt samtölu fullt af fólki og ég veit að þetta er í deiglunni. Ég er bara að lýsa minni skoðun að við verðum að taka ábyrgð. Áttu þér mörg skoðana systkini í þeirri kreðsu sem að þú starfar mest í? Eða eru skoðanir skiptar? Nei, vegna þess, það eru skoðanir skiptar. Ég er bara að lýsa yfir minni persónlega afstöðu. Ég hef ekkert verið að flagga henni, en það hef ég dreigið mig í hlé á samfélagsmiðlum. Þú varst með bandamann hérna við hliðina. Já, og ég veit að það eru fleiri. Við þurfum líka að vera svona realísk í þessu. Ætlum við að saminast félagshyggju gildi í ákveðnum stórum málaflokkum og keyra á þau, eða ætlum við að láta þessi jaðarmál sundra okkur eða þá eitthvað svona innbyrðis togstreitu. Ég bara vona að það verði ekki vegna þess, eins og þú nefndir það eru 22.000 kjósendur, 22.000 manns. Þetta er 2 sinnum allur fjöldin sem getur fyllt Laugardalsvöll. Þetta er gríðarlegur fjöldi sem er heimilislaus og eiga fulltrú á Alþingi. Við verðum að gangast við þessar ábyrgð. Við töldum þessu fólki trúum að kjósa okkur fyrir ákveðin málefni. Og við berum ábyrgð á því að segja við þetta fólk, við ætlum að koma í veg fyrir það að næst þegar þið kjósið og þið kjósið félagshyggju, að þá fáið þið fulltrúin á Alþingi. Og þetta er eiginlega lágmarksfjöldi vegna þess að við gætum mögulega bætt við einhverjum þúsundum við sem ákveða að kjósa strategíst. Já. En svona hjarta þeirra mögulega á öðrum stað en fólk sá einhverjum skoðanakönnum og það var ekki víst að aflið sem langaði mest til þess að kjósa. Það getur verið 2-3% í viðbót. En þetta er nú svolítið tíðindi, Guðmundur Hrafn, en eins og þú segir, þú ert bara fyrst og fremst að lýsa þinni eigin skoðun. Já. Og af því ég nefndi Þórhildi Sunnu áðan, það hefur verið hvatning að sjá að hún var líka frekar. Já, við verðum bara að bera ábyrgð á þessu. Já, einmitt. Það er bara svoleiðis. Við töluðum fyrir og töluðum fólk og töldum trúum að kjósa okkur. En eins og segi, við út frá mínu sjónarhorni, þá erum við að tala sósíalískt
sósíalískar áherslur í ákveðnum málaflokkum sem við getum sameinast vegna þess að sósíalistar á Íslandi eru að minnstakosti 15 til 20.000 af þessum 22.000 manns og við kannski finna víðar, ég veit að það er margir sósíalistar og þeir eru ekkit óræði við að kalla sig sósíalist orðið fólk í samfélkingunni. En er það vandamál í séríslensku samfélagi núna síðustu mánuði að það mætti halda fram með gildum rökum að hugtækið sósíalistaflokkur Íslands hafi orðið fyrir miklu skipbroti. Já, ég er ekki að tala um að fara... Er það líta til þess við heiti á stofnun? Nei, alls ekki. Ég sé það ekki hendi mér enda held ég að vörumerkið, þú má tala svona á kapitalísku málfari, það vörumerkið mjög illa farið. Það þyrfti mikið að gerast ef við ættum að ná því tilbaka og lagfæra það svona framundir sveitarstjórnarkosningar. Það gæti verið að það takist og það væri fýsilegt ef það skapast eitthvað ró í kringum það. En ég hef nú ekki verið mikið á samfélagsmiðlum, en það sem ég hef fylgst með undanfarnar vikur, þá fannst mér mjög ósennilegt að verði hægt að draga þetta fólk einhvern veginn inn á einhvern vettvang og biðja að slíðra sverðin. Það virðist eins og fólk nýti sér öll tækifæri til þess að lýsa við skoðun sinni, vanþóknun eða einhvers konar sín sinni á viðkomandi einstaklinga og það er eins og þetta komið allt úr kviðnum. Og ég stundum ég hef sagt að það er versta sem getur komið fyrir fólk í þessari stöðu, það er bara að hafa módem heima á sér, hafa bara aðgang á internetinu. Þannig að ég sé það ekki hendi mér að það sé hægt að vegna þess að segjum sér svo að það verði eitthvað skapast eitthvað ró kannski með tíð og tíma sósíalistaflokkin, að þá er það eitt, en annað er svo fólk sem að kannski hefur þurft að lúta í lægra haldi í einhvern veginn í því samengi og það verður kannski endalega tókstreita. Þú ert að kalla þetta fersku upp? Já, ég er bara að tala um að við þurfum eiginlega bara að segja við sósíalist á Íslandi við þurfum að komast inn á Alþingi, við erum að rættir okkar heyrist inn á Alþingi. Það er megalega vera áfram utan Alþingis. Ég oft verið sagt við þetta borða, sósíalísk orðræða hefur haft mikil áhrif nú þegar á íslenska samfélagsumræðu en kannski ekki á ákvarðantöku nema kannski mjög takmarkaleyti, en þangað þurfum við að komast. Og hvað ætlum við að gera? Ætlum við að einbeita okkur á því að finna okkar mjög þrönga nísi eins og krakkandi myndir segja og vaða þangað og hugsanlega í einhverjum innri átökum alla tíð, eða ætlum við að staldra við og segja getum við búið til hugmyndir ákveðin baráttumál sem eru gríðarlega mikilvægt vegna þess að tala lífsviðurværi stórs hóps á Íslendingum sem að nauðsynlega og treystir á að sósíalískar áherslur ná inn á Alþingi. eins og það segir, það eiginlega engin sósíalismi stundar inn á Alþingi, þó að ákveðnir aðilinnar samfylkingarinnar svona titildögum kallir sér sósíalista. Hægri stjórn, sagði Þórhildur, en hægri sinnar minni hluti. Þannig að við bara, íslenskur almenningur á þetta ekki skilið. Nei, maður skildi ætla að væri sóknarfæri, ef menn á að stilla samanstrengi. Guðmundur Hrafn Arngrímsson, kæra þakkir fyrir komuna. Og takk ykkur hlustendum áhorfendum fyrir samfylgdina. Svona fer þetta stundum, maður heldur að maður sé að fara í allt aðra umræðu heldur en þá sem að verður. Það er það sem er skemmtilegt við þetta jobb. Hér eru nokkur tíðindi að mér finnst, en ekki fara langt. Þátturinn heldur áfram eftir andartak. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
herðu, við ætlum að ræða núna breytingar á örorkulífeyri en þær tóku gildi fyrir viku síðan. Það eru umtalsverðar svona kerfisbreytingar en það voru líka hækkanir, þannig að kannski vert að hafa það í huga að við verðum að fjalla um þetta í tvennu lagi. Það eru annars verður breytingar og svo eru einhverjar hækkanir. Til þess að átta okkur á þessu stöðunni eru hingað komnar Svava Arnardóttir sem er formaður Geðhjálpar, Alma Ýr Ingólfsdóttir sem er formaður ÖBÍ og Unnur Helga Óttarsdóttir sem er formaður Þroskahjálpar. Við erum allar velkomnar. Takk fyrir. Ég ætla að fá ykkur til þess að útskýrta fyrir mér í hverju þessar breytingar felast. Og eins og heyrðu að ég var að segja að það er annars vegar hækkun sem er, og svo er það eins og einhver kerfisbreyting og ég er svona meiri á hækkunni á kerfisbreytingunni því að hækkunni náttúrulega þegar við reynsla því að þær geta gengið tilbaka og það getur verið skildir eftir og með öðrum hætti. Þannig að getið þið útskýrt fyrir mér í hverju er kerfisbreytingin fólkin? Hver viltu og ég taka þannig bolta? Já, kerfisbreytingin felst á kannski einna helst í því að það vera einfalda kerfið frá því sem það var. Þar með þessa mismunandi greiðsluflokka, hvaðan greiðsluna koma, hvernig koma inn og svo náttúrulega líka með því móti það vera að gera kerfið skilvirkara. Þannig að það verður einfalda til muna. Þú veist það bara sami grunnlífeyrir og svo þetta í rauninni ekki, það er ekki verið að greiða það úr þessum 2 lagabálkum eins og þetta var. Þannig að það er svona kannski fyrst og mest sem að kerfisbreytingin felur í sér með greiðslurnar. En svo náttúrulega verður það einfalda líka þannig að sá sem að reiðir sig á kerfið, að hann er rauninni ekki eins ábyrgur fyrir því að skila gögnum og öllu tilherrandi sem að þarf til þess að geta fengi greitt. Þannig að það er þá í rauninni búin að færa kannski meiri ábyrgð á undirstofnanirnar sem að sjá framkvæmdina svo. Þannig að ég held að það sé svona kannski maður hugsa þann sem er í kerfinu að það sé miklu skilvirkara og einfaldara fyrir hann líka. Og auðveldara. Svona notenda vætna. Já, þetta á að vera svona manneskjulegra og auðveldara. Má ég spyrja hvaða gögn og fleira það eru sem að viðkomandi þarf ekki að skila núna? Það þarf að skila inn alltaf sömu gögnum en núna er það þá kannski að forræði stofnanir sem sjá það verður svo sett að fót svo kallar þjónustugátt þar sem að í rauninni þessar stofnanir segjum bara einhvers í endurhæfingu að þá er það endurhæfingaraðilinn, það er læknirinn, það er TR sem að öll eru þá í þessar þjónustugátt þar sem að þú þátt geta kallað eftir gögnum viðkomandi einstaklings í staðan fyrir að hann sé að hlaupa milli allar þessara staða og að það kannski renni út á tíma þannig að hann á ekki að fá greitt fyrir þau mánaðamót sem að þarf. Þannig að það er eitthvað sem borgar sem er TR, Ríkisstofnun og hún heldur því áfram. Já, það verður það. Og ef að þessi hópur sem að þú varst að nefna áðan skilar seint, hvað gerir þá? Hingað til hefur verið þá, ef að þú ferð umfram í rauninni þann dag sem að þér ber að skila inn gögnum, að þá þarft að bíða og það getur verið... Það fellir niður? Já, það getur gerst og við höfum verið með einstaklinga í ráðgjöf hjá okkur sem að hafa lent í því og þetta hefur þá aðalega verið með þau sem eru á endurhæfingarlífeyri. Það er oft hlé á lífeyri, það var þannig. Já. Að þegar þú ert búin að vera í endurhæfingu og svo kemur í ljós að hún er ekki hægt að fara lengra með hana og þú ættir að fara yfir á örorkulífeyri, að þá hefur liðið 1,5 mánuði stundum. Ég minni að ég hafi talað við konu sem var að segja mig þá. Já, það getur tekið þessa 6 vikna vinnu í rauninni sem að gefa sér en það var náttúrulega það er með þessum einföldun og skilvirkni er verið að gera það fyrir að það geti gerst. En í gamla kerfinu samt sem áður þá kom það fyrir að fólk á örorkulífeyri þurfti að endurnýja sín. Já, og svo það líka. Já, og í þessu nýja kerfi þá er þetta örorkumat varanlegt þannig að þú þarft ekki endalust að skila inn með x margra ára millibili vottorði til þess að staðfesta. Já, ef þú ert með þannig örorku sem nú talað um það að fólk þurft að sanna að það verið ennþá blind eða að fóturinn var ekki komin aftur og svona, þannig verið sagar. Ég veit ekki hvað þessu sannar en... Ég er búin að skila inn þó nokkuð mörgum vottorðin en það að dóttir mín sé ennþá með Downs-heilkenni. Þannig að þetta eru mjög góðar breytingar. Og líka varandi endurhæfingarferli sem nú búið að lengja að þessi gátt sem Alma nefndi að það eiga aðilarnir að hafa aðgang að gögnum einstaklingin jafnt og þétt. Þannig að það að fólk lengur í endurhæfingu og fer kannski á milli staða og hríð á einum staðnum og fer svo yfir í þjónustu annars
að þá á ekki að vera eitthvað svona bil á milli eða upplýsingar vantar og mikið pappísfargan sem að einstaklingur þarf að færa á milli. Þannig að það er allt til bóta. Já, það er einmitt mjög mikið álag. Ekki spurning og þessi óvissa afkomu og hvenar TR mun borga eða annað, þetta náttúrulega hefur slæm áhrif á geðheilsu okkar allra, ekki síst þeirra sem standa höllum fæti nú þegar. Já, og líka sá hópur sem að þarf að reiða sig annarkvort á sjúkra eða endurhæfingarlífeyri, eða sjúkra dagpeninga eða endurhæfingarlífeyri, ef það sko er ekki komið í rauninni, þú sækir og það er í rauninni ekki búið að finna úrræði, endurhæfingarúrræði, að þá ertu samt gripinn sko varðandi framfærslu þangað til að það verði, þú veist, þangað til að þú komin með endurhæfinguna, það sem að var ekki, þannig að En þú orðar þetta núna eins og þetta sé komið svona. Er engin svona efi að þetta eigi að virka? Það er eins og... Sko, gildistakan náttúrulega búin að eiga sér stað, en ég meina framkvæmdin er ekki... Reynslan er ekki komin. Nei, er engin framkvæmd komin á þetta, þannig að en við viljum kannski frekar vona að það verði heldur en hitt. Það svona, kannski fleitur okkur aðeins áfram. En efasemdir að... Ég vona ekki. Telur þessi tilbúið? Ég held kannski fólk er skiljanlega og hefur verið stressað fyrir þessum breytingum og á eftir að sjá hvernig þessu framleiðir, en við erum bjartsýn og töldum þörfa á þessum breytingum og það er löngu búið að sjá ýmsa vankanta á kerfinu eins og það var. Þetta var mjög brýnt að lagfæra, þannig að við erum jákvæð gagnvart þessum breytingum. Ég meina að ég tók eins og viðtal við konu sem átti langdönt barn og sem hafa þá reyndar orðið fullorðið, en þau höfðu búið á tímabili í Noregi og hún lýsti sko muninum að ef Íslandi þá þarftu að vera að reka málið sjálft linnulaust aftur og aftur og koma alltaf með einhverja umsóknir og vísa frá einni stofnun til næstu, þú veist, í hjálpartækja banka yfir í tryggingastofnun og fram og tilbaka. Svo flutti fjölskylda til Noregs og þá kom fólk heim til hennar, listaði upp allt sem hana vantaði og hún upplifði það að væri sérst bara séð það væri bara einhver einn aðili sem sæi það að draga til þessara fjölskyldu á félagslegu og heilbrigðislegu aðstoð sem hún þurfti á að halda. Er þetta svona skref sem við erum að taka? Mögulega skref í áttina því að samlega þessum breytingum þá átt að geta fengið svona þjónustu fulltrúa hjá TR sem að þú getur þá haft samband við og fengið ráðleggingar og þannig að það hefur ekki verið áður. Nei, alls ekki. Og ég held að TR sé svona að finna leiðir til að koma til móts við þá sem að þeir eru að þjónusta. Þannig að það er gott skref. Algjörlega, en svo náttúrulega varðandi eins og ef það ætti eitthvað að koma með þetta hjálpartæki eitthvað, þá er það náttúrulega komið undir, þá er það hjá sjúkratryggingum, sko, þannig að það er náttúrulega ekki vettvangur sem að Tryggingastofnun fer með forræði yfir. Það er engi sem að dregur þetta saman svipað og hljómanestu eins og verður að lýsa, þetta verður svona dregið saman á eitt stað þar sem að væri ábyrgð stofnananna að veita þeim þjónustu. Já, þeim sko stofnunum sem þarna er undir þá að vera að tala sko þá er það heilsugæslan og það er þá virk og vinnumálastofnun og svo Tryggingastofnun, en ekki það sem kemur að í rauninni það sem er merkt heilbrigðis, það sem eru það hjálpartæki sem er þá forræði sjúkratrygginga. En svo veit bara ekkert hvort að það sé, hvort að það komi inn í eða ekki, eða hvort að einstaklingur sko sé þurfi á því að halda, það verður einhvern veginn bara tíminn að leiða ljós. Það gæti verið skref í áttina eins og já, algjörlega. Værum á leiðinu okkar. Þannig að þetta er margt jákvætt í þessu. En er þetta, maður átti svolítið erfitt með að átta sig á því fyrir viku að því að hversu stórt þetta var? Hvernig myndu lýsa þessu? Er þetta umbylting á örorkulífeyriskerfinu? Á þessum hluta kerfisins myndi ég segja já. Svona miða við hvernig þetta er að hérna þá og er búið að vera og af því að kannski mér hefur svona fundist í allir þessar umræðu alltaf gleymast þessi risastóri hópur sem að er sko hefur, það er endurhæfingar í rauninni hópurinn sem að það búið að framlengja tímabilið og það hefur verið búið að gera það í rauninni 2 sinnum, fyrst var upp 5 ár, svo er það allavega upp í 7 ár. Og þetta var hópur sem að þurfti öllu jafna, kannski eða sko á 3 mánuði eða 6 mánuða fresti að skila í nýrri endurhæfingaráætlun, sækja og svo tekur það sko 6 vikur upp í 12 vikur að vinna, þannig að þú ert í endalausri óvissu. Er þessi áætlun nóg? Er búið að koma inn nógu miklu til þess að ég fá hana samþykta? Hvar er ég að fá þessu úrræði? Hvernig verða það gert? Nú er búið að gera það fyrir það, að það er ekki þitt einhvern veginn að verða við því. Þannig að þarna finnst mér bara verið alveg
algjör umbylting. Þannig að fólk lendir ekki í þessu sem að the computer say no. Já, og vera bara framfærslu laus, bara af því að það er ekki til úrræði sem að, sko, en þetta er samt það sem að þér runni gert að gera, það er að fara í endurhæfingu en það er ekki til úrræði og meðan ertu bara framfærslu laus. Þannig að breytingin er mest hjá þeim sem eru ekki með svona langtíma örorku? Jú, náttúrulega núna ef þú ert metin til örorku þá verður það með langtíma, það er engin tímabundin örorka. Þannig að það er ekki heldur. En það er lengri leiðin að komast þangað eða? Það er ekki ég er að reyna að skilja bara. Já, endurhæfingarferlið gefur lengra tímabil til þess að ná bata, til þess að finna leiðir og úrlausn á þínum vandamálum eða erfiðleikum. Þannig að ef þú þarft lengri tíma þá er hann núna í boði, áður en að þú ert komin með örorkulífeyrisbætur. Þannig að það hefur oft vantað að vanta bara svigrúmið inn í kerfinu til þess að ná lendingu, ná að vinna úr rótum vandans. Og svo er náttúrulega annar hópur sem að þarf að komast á örorkubætur fyrr og það er leið inn í það. Þú þarft ekki að klára allan tíman í öllum tilvikum. Já, ef að örorkan er með einhverjum hætti smá augljós sem að þitt fólk kannski lendir, eða síður metið þannig þessi augljós örorka. Einmitt, því að það er í rauninni það mjög erfitt alltaf út að ég tala út frá andlegum áskorunum og svona geðhlutanum. Það er mjög erfitt fyrir fagfólk eða hvert sem er að segja endurhæfing talst full reynd í þeim aðstæðum að einhvern veginn vera með kristalskúlu og segja það verður aldrei neitt betra hér og það er engin, þú ert búin að reyna öll verkfæri og alla leiðir til þess að ná bata. Það er eiginlega ekki hægt að segja það af heilum hug. Má ég þá spyrja hver er munurinn á því að vera á því svæði í endurhæfingu og það sem hefur verið að meta möguleika og að vera komin inn í varanlega örorku? Inn í nýja kerfinu? Bara aðstæðu fólks? Já, þá ertu alltaf búin að fá allan tíman sem við eigum eftir að sjá núna til 7 ára ef fólk er að rúlla inn í endurhæfingunni og fá tækifæri til þess að pluma sig, prófa ólík úrræði, prófa ólíkar leiðir áður en að það sækir örorkuna. Í kjölfar þess er að sjálfsögðu líka hægt að vera að halda áfram að vinna í hlutum og leita að rótum vandans og finna sína leiðir. En er efnahagslegu munur á því að vera í endurhæfinga örorku eða að vera með varanlega örorku? Það ekki eru peninga. Já, ég meina þú náttúrulega hefur frítekjumörk að vera með örorkulífeyri og þegar þú ert í endurhæfingu það áttu náttúrulega ekki að vera að vinna. Þú getur unnið upp að 50% í endurhæfingu. Það er, ég veit alltaf hvort það sé sama frítekjumarki, ég bara er ekki... Ég er ekki með þá tölu. Nei, ég held ekki, sko. En eftir 7 ár, er þá, ef að þú ert ekki komin í vinnu, ferðu þá sjálfkrafa yfir í örorku eða er eitthvað sem metur það? Gæti eitthvað sagt eins og, þú búið með 7 árin sem hafðir, sem að við samfélagi gefur þér til þess að vera í endurhæfingu. Við teljum að þú getir unnið og ferð þar nefnd ekki yfir í örorku. Er það möguleiki? Það er eitt af nýjungunum inn í þessu kerfi er samþætta sérfræðingamatið, afsakið, það er ekkert sérlega þjált að segja, en það er mikið viðameira mat heldur en var áður. Í stað þess að þetta sé eingöngu á forsendum einhverja greininga og svona læknisfræðilega sjónarhortsins, að þá er núna hort til félagslega aðstæðna, menningar og samfélags líka. Þannig að segjum sem svo að ég er kona með barn á framfæri og ég er ekki með mikið stuðningsnet og fræðilega sé að ætti mögulega kannski að geta fundið hlutastarfi hæfi. Já, þú væri í öðrum félagslegum aðstæðum? Já, en núna er hægt að setja þessar félagslegu aðstæður inn í matið, þannig að það er mikið líklega að við sem horfa á svona heilstætt. Já. En rætur þessara breytinga og hvernig stjórnvöld hafa verið að fjalla þetta, þar eru í hugmyndunum starfsgetumat. Gagnrýnin á það var að með þetta aukalega mat sem að kæmi væri frekar í þáttin að þú værir með hæfni eða möguleika eða getu til þess að vinna 70% vinnu og þar leðandi ferðu ekki örorku lífeyri. Það var gagnrýnin alltaf á starfsgetumatið þar sem að kemur fram með þetta fjölþætta mat inn. Já. Þannig að gagnrýnin hefur alltaf verið frekar á því að það væri verið að ýta fólki frá því að eiga rétt á örorkulífeyri, frekar heldur en að væri að aðstoða fólk við að fá það. Þetta samþætta sérfræðimat er miklu víðtækara heldur en það starfsgetumat sem var rætt á sínum tíma. Já. Og komu margar og miklar gagnrýnisraddir frá mínum samtökum varandi það. Já.
Þannig að við vorum svona alveg fyrst efins það að það væri verið að leggja aftur fram þannig, en eins og þetta útfært þá þetta náttúrulega miklu breiðari vettvangur, það sem verið að leggja mat, það náttúrulega alltaf verið sama hvort þú farið beint á örorku eða ekki, það alltaf verið að athuga hver getan þín. Þannig og ef hún engin þá það náttúrulega örorku, en ef hún einhver þá þetta svigrúm eftir endurhæfingu jafnvel að fara á hana hluta örorku, og svo á það nú að vera þannig að gangi það ekki, að þá bara hægt að óska aftur eftir að fara í samtalssérfræðimat sem að þá mögulega metur að þú veist, nú búið allt fullreynt, það endurhæfingin, það hlutaorkan, að þannig að það ekkit annað. En það náttúrulega, þú veist, það stór hópur sem að getur ekki unnið og mun aldrei geta það, og svo líka stór hópur sem að getur að einhverju marki og vill að einhverju marki líka. Þannig að það svo ofboðslega ólíkur og stór hópur. En í þeim hópi getur verið eitthvað sem segjum bara 50% öryrki, 50% geta til þess að vinna á vinnumarkaði og það vill og allir sammála að þetta staðan, ekki nákvæmlega það, nema við komum til fær bara enga vinnu. Svo það kannski stóra stærsta spurningin. Og það annað dæmi þar sem þér svona hálf ítt út úr kerfinu, en það engin sem að þannig þetta bara óskikja að sé starf við hæfi allra þessara öryrkja sem að fá greiningu það að þessu hafi starfsgetu upp að einhverju marki. En það bara, það starf ekki til, þá ég þá á hálfuleyti á örorkulífeyri og hálfuleyti á atvinnuleysisbótum með það? Nei, þú alltaf, ef þú fer að hlutaörorku, þú alltaf með 82% af heildarlífeyri, og á meðan þú værir í virkri atvinnuleit, að þá fengir greiddar þessar 18% upp í vantar frá Vinnumálastofnun. Og þú getur gert það í 2 ár, og ég gef mér svona það að það kannski óskýsir einskis að vera í atvinnuleit í 2 ár, en þú aldrei, nei, það ekki, þú átt ekki að verða framfærslulaus, en þú gætir náttúrulega mist þennan virknistyrk sem þessi 18%. Eftir 2 árin? Já, og líka ef þú eða þá þú ekki í virkri atvinnuleit. Þannig að það svona undir... Það segjum að ég sé í virkri atvinnuleit og við gerum ráð fyrir því að þetta sé allt í góðu, nema að það bara ekki boðið störf. Já, og ég meina þá... Og það bara raunveruleikinn og ég fæ ekki, ég meina ég virkri atvinnuleit, ég bara fæ ekki vinnu. En eins og þetta sett fram í lögunum, að þá það í þessum sem að nú hafa tekið gildi, að þá tekið aftur til skoðunar, að fara aftur í þetta sérfræðimat. Þegar það augljóst, að það ekki til þig að sagast, heldur það umhverfið, að þá bara bindi ég vonir við að Tryggingastofnun og stjórnvöld líti svo á og nú sé bara komið að þér að fá að njóta þessa vafa að þú þurfi bara að fá pínu kannski pásu frá þessu ströggli. Þessi svona félagslegt mat sem þú varst að nefna sambandi við einstæðu móðurina með 2 börnum sem að miða við sína örorku eða hefði ekki þessa félagslega aðstæður og hún gæti verið virkari en út af framfærslubyrði og fleira á heimilinu þá dregur örorka niður getu hennar, að þá getur það sama átt við það bara sem bara samfélagslegt mat að miða við þína örorku og framboð og störfum sem eru að þá, ég meina eitthvað líkur á því að þú finnir þetta starf. Nei, það lagðar miklar, það mikið lagt í þetta í þessu samtalssérfræðimati umhverfið, umhverfishindranir eins og þetta held ég minnum að sé talað það rauninni á atvinnumarkaðurinn ekki tilbúin til þess að ráða því í vinnu, þó svo þú sér kannski tilbúin til þess að vera í 40% starfi. Og verkefni í rauninni ærið fyrir bara stjórnvöld og ríki og sveitafélög að svona aðeins að gera þessi í brók og fjölga hlutastörum fyrir fólk sem að vill vinna og getur unnið. Já, þau hafa ekki sýnt gott fordæmi fram til þessa. Nei. Og þá eftir að koma í ljós hvernig kerfi virkar þegar að þessu kemur eða hvað? Já, þetta bara gildist það bara fyrir vikur, þannig að það engin, ég veit svo sem ekki hvort að Tryggingastofnun sé byrjuð að fólk sé farið í mat, ég bara þekki það ekki, en það allavega, þú veist, þetta núna það þessi í rauninni, ef að fólk þarf af einhverjum ástæðum að sækja að komast í samtalssérfræðimat, þá það þetta sem að býða þeirra. En það þannig núna að allur fjöldin sem að vara á örorkulífeyri eða tímabundnu örorku, þeir fóru sjálfkrafa yfir á örorkulífeyrin og geta svo óska eftir að fara í
samþætt sérfræðimat, þannig að og spegla sig bara svona hvað hagstæðast og hvað get ég og bara eftir óskum og bara óskum þeirra og getu í rauninni. Og þá kannski sérstaklega þessa hópur sem hefur vilja og getur unnið en ekki kannski trissir til skerðingana vegna að það þarf að hærri frítekjumörk í hlutaorkunni. Alltaf séu margir sem að fá mat að þessu hæfir til þess að stunda vinnu, 50%, en eru bara ósáttu við það. Nei, ég til mig ekki vera hæfandi þess. Það er svo margir sem eru í þeirri stöðu að matið, að því að við tölum svolítið að eins og þessi allir sem að vilji bara fá mat að vera mældur, að hafa einhverju getu og það veri best að það væri svona starf, en svo getur það verið að fólk upplifa bara, nei, alls ekki. Ég er bara alls ekki hæfu til þess að vera. Ég held að sé bara allur gangur á því. Það þetta hópur sem að vill og getur og annar sem að getur ekki og vill ekki. Ég held að þetta sé bara mjög, það er náttúrulega rosalega fjölbreyttur hópur. Þannig að ég held að það sé ekki þetta endilega álykta hvort heldur bara að það sé alveg örugglega bæði. Líka hluti af þessu samþætta mati umsögn einstaklingsins sjálfs sem og annarra fagaðila sem hafa unni með honum og þekkja hans aðstæður. Að það mikill munur, finnst mér, að fá. Þetta svona eins og fjölþætt púsl með mörgum sögum og mörgum röddum sem að búa til einhverja heildarmynd af aðstæðum einstaklingsins og tækifærum til atvinnuþátttöku eða annarra virkaþátttöku. Þannig að ég held að það sé alveg munur. Þannig að ef mannskja myndi fá tilbaka bara mat sem hún ósátt við, að það alltaf hægt að gera athugasemd við það og færa rök á nýjanleik. Hver dregur saman matið ef það kemur ólíkum áttu, það er læknir og það er Tryggingastofnun. Hún ber ábyrgð á framkvæmd matsins. Þannig þá líka þurfa að koma í ljós hvernig hún metur. Þetta er svolítið menningarleg breyting. Það þurfa að koma í ljós samskiptin og hvernig matið er og þú veist, sömuleitt er erfitt að sjá það fyrir því að þróunin við getum verið með vonda Tryggingastofnun og þá getur kerfið orðið litlu skárra. Tekur alltaf sjónarmið það sem hún hafi verið vön að gera áður, tekur það bara alltaf efst og finnst hitt svona nice to have en ekkert svona breytum ekkert miklu. Það þurfa að koma svolítið ljós, eða ekki? Það nú búið að útbúa og mér skilst að við eigum heimsmeti því að útbúa nýtt kerfi í rauninni og þetta alveg mjög nákvæmið marklistar sem að fari eftir. Þannig að það er ekkert hægt að leggja mat bara, þú veist. Ég held að sé líka, allavega var markmiðið það, að það væri verið að koma í veg fyrir eitthvað svona geðþótt ákvarðanir, af því að, þú veist, maður heyrði alls konar sögur að fólk hefði lent hjá þessum tryggingalækni en ekki þessum matslækni sem sagt og væri ósátt við það, vildi frekar hitta þig en ekki þig, þannig að með þessu móti náttúrulega eins og Svava benti á, þú veist, það eitthvað sem þekkir þig vel, það þitt í rauninni þín saga, það þitt bakland og allt umhverfið sem að fer inn í þetta, þannig að en auðvitað á framkvæmdum bara eftir að leiða það í ljós en það allavega gífulegur áfellisdómur ef að þetta færi á þann veg sem að þessi svarta mynd sem að þú ert að draga upp. Þetta breytingarna fóru í gegnum eiginlega síðustu ríkisstjórn. Þetta verið lunnið þar. Já, hún var samtitt fyrir ári. 16 mánuðum. Og það voru ýmsir flokkar og meðal annars flokkar sem að tala oft þannig að markmiðið með svona breytingum að fækka öryrkjum. Haldið að þetta mun hafa ykkur áhrif á því og hvort það verði færri eða fleiri sem eru á örorkulífeyri? Ég held markmið stjórnvalda í bara síðustu ár hefur verið að fækka nýgengni öryrkja og ég held að þetta markmið að náttúrulega það verið að reyna að hafa hvata til þess að fara á vinnumarkaðin en mér finnst þetta alltaf svolítið skrítin umræða að það sé verið að reyna að fækka þessum að því að það eins og sé verið að gera það að þú berir rauninni ábyrgð á þínum annarkvort sjúkdómum eða slysum og þetta sé í rauninni það sem að þú þarfst að reiða þig á í staðan fyrir að við séum bara eitthvað það hópur sem að þarf og einhverjum ástæðan, þú veist bara með engum móti getur, þú veist við vitum það að þetta er ekki staða sem að fólk, þetta er ekki óskastaða eins eða neins þannig að mér finnst þetta alltaf svona öfugsnúin umræða í staðan fyrir að við séum að þetta er mjög ríkjandi viðhorf já, poppa reglulega upp hvað eru margir sem að fá greiðslur og það eru fólkar með 800.000 útborgað og ég veit ekki hvað. Fólk vil bara hækka þröskuldin, þannig að það sé erfiðar að komast á örorkulífeyri. Já, hvað er fólk þá að gera?
Ég er að spyrja út úr þessu. Já, ég er að segja, ég er bara, nei, þá ekki við heldur, sko. Það eru marga þingraður sem hafa verið þetta bara. Algjörlega. Helmingurinn af þingraður sem hefur verið málefni öryrkja í þinginu, það verið þetta. Já, bara allt og lengi og bara í rauninni að mínum viti bara niðurlægjandi umræða. Og ég held að það sé enginn sem að óska þess að fá að vera á örorkulífeyrisgreiðslum en við verðum líka samt sem áður að gera okkur grein fyrir því að það stór hópur sem að hefur ekki tækifæri og getur ekki unnið á almennum vinnumarkaði og treystir á þessa grunn örorkulífeyrisgreiðslur. Og þetta hópur sem að fá 6.481 krónu í vasan eftir skatt. Eftir þessa hækkanir. Þannig að við munum halda áfram að berjast fyrir hækkunum fyrir þennan hóp sem að getur ekki bætt kjör sín með neinu móti. Þannig að mér slíka alltaf gleymast sko þetta þau sem að fá greitan lífeyri úr almannatryggingum að þetta fólk sem borgar skatta. Já. Þannig að það ekki svo að við skattgreiðendur séum að halda uppi þessum hópi frekar en að hann sé að halda uppi bara samfélaginu fyrir okkur sko. Það að borga skatta, það að kaupa matinn, það að borga húsalegu, þú veist, og mjög mikla líkur að viðkomandi geti ekki komist gegn greiðslumat, þannig ekki hjá þeim hópi sem að greindum með fullu örorku við 18 ára aldur, sko, þannig að það var hugmyndir með velferðarríkið að við borguðum skatta til þess að ríkið grípi okkur líka, þannig að kerfið líka fyrir okkur sem að notum það ekki. Því að við gætum þurft að því halda. Já, það veit enginn. Herðu, en við stundum rætt það við þetta rauðaborð að hvað það hafi ekki verið í raunverulega hugmyndi fyrirtækjana starfsmenn sé frekar að þrengjast, frekar heldur en að víkka. Að það séu svona ríkari hugmyndum að góður starfsmaður bara fullkomlega heilbrigður og ólíklegur til þess að fara í barneignarleyfi að þú veist að vinnumarkaður sé eiginlega grimmari núna en hann var kannski fyrir 20 árum eða 40 árum eða 60 árum það sem var oft þessi hugmyndum að var engin atvinnulaus á Íslandi, það fólst í því líka að það voru allir sem að fengu eitthvað svona starf og ég veit ekki hvað, ég nú eldstur af ykkur, en ég man alveg eftir því bara minni æsku og ungningsárum og fyrst ég að koma út á vinnumarkað en að það voru alls konar fólk sem að var og í sumum smærri stöðum var það oft fyrirtæki sem að tók að sér umverulega svona framfærslu skyldu gagnvart þeim sem að gátu ekki unnið fulla vinnu eða með sama hættu af aðrir. En síðan hefur orðið eitthvað svona breyting og manni finnst eins og að kröfur fyrirtækjana gagnvart starfsfólki séu orðnar miklu harðari og ákveðnari og fyrirtækjum til í að henda fólki eða hittar ekki inn og allt þetta. Ég meina við þekkjum að fólk sem að missir vinnuna á 60-aldri það getur átt í erfiðleikum að fá vinnu því að þrátt fyrir reynslu þess að þá fittar það bara ekki inn í eitthvað svona hugmyndir stjórnandana svona liðsandan í fyrirtækinu og sjá fyrir sér að allir séu svona eins og klipptur út úr einhverju auglýsingu kannski rétt rúmlega 36 ára eitthvað svona þessar svona hugmyndir að við höfum svolítið rætt það að þær eru alltaf að verða eiginlega grimmar og grimmari og þar er kannski ólíklegt að vinnumarkaðurinn bregðist við þessum breytingum með því að fjölga störfum sem að henta fólki sem með takmarkaða starfsgetu, störf fyrir fólk sem með sjúkdóma sem að koma í köstum, það sem að þú getur verið frá í einhverja 3-4 mánuði, þú veist, annars lagið. Man sér ekki alveg, ég kannast ekki alveg umræðuna meðal þannig til einhver félagskapi fyrirtækja samfélagslega ábyrgð. Ég held að það sé aldrei rétt þar. Nei, klárlega þetta áskorun sem framöndan því að það þarna fjöldi fólks sem að mun mögulega, ég gerir ráð fyrir því að óska eftir að fá að fara í þetta samþætta sérfræðimat og á hluta örorku en við veitum líka, þú veist, allt í tengslu við sjálfvirknina, þú veist, það og gervigreindina og annað, þannig að þetta áskorun. En eins og ég sagði áðan, þá þarf ríki og sveitafélag að sýna gott fordæmi og fá almennan vinnumarkað í lið með okkur og þá
klárlega með einhvers konar hvatningu. Algjörlega og það þú veist, Vinnumálastofnun er í svona átaki núna með Undísi, já. Atvinnustuðningi líka. Já, þannig að það verið að reyna að uppfræða og í rauninni með hvatningu að hvetja fyrirtæki og stofnanir áfram til þess að í rauninni koma til móts við þennan hóp. En það alveg rétt, þetta verður stórt, þetta stórt verkefni. Hvað segir þetta? Undís? Já, vinnuheitið Undís, en þetta heitir á ensku þetta UNDIS og þetta sem sagt komið frá Stofnun Sameinuðu þjóðanna þetta eru í rauninni svona hvatakerfi og byrjar innan stofnanna, hvernig þau í rauninni geta gert svona mælanlegan árangur á því, hvernig þau eru þá að mæta þessar stofnanir, þá fólki með skerta starfsgetu og fötluðu fólki í störfum. Og í rauninni, þú veist, þú byrjar með bara rautt og svo þetta í rauninni einhverjir ferlar og þættir sem að því meiri grænt sem þú fær, því betur stöðu ertu. Og þetta svona hvatakerfi sem að sem að við eigum 2 fulltrúa sem að þetta í rauninni við kynnum þetta, sem að eftir heimsókn til Genfar fyrir 2 árum og látum félagsmálaráðherra þá vita af þessu sem að verður hrifin af þessu og þetta færst leyfi til að uppfæra þetta í það sem að Vinnumálastofnun að gera núna og hvað ég best veit, sitjandi ekki í þessu, að þá hefur gengið vel að fá að hitta fyrirtæki og stofnanir og það eru margir búin að taka við sér, en hvort að þú veist, og það bara mjög vel og svo bara verður þetta einhvern veginn að halda áfram, en hvernig það næst kannski að mæta áhugasviði. Þú veist, að því að ég mynd þessi hópur og það fjölbreyttur, það Unnur segir, það einhver sem kemur inn bara 18 ára, svo bara fólk sem að að detta inn í kannski kerfið bara á miðjum aldri með alls konar reynslu, störf, menntun að baki, þannig að það var náttúrulega óskast að allir getur fengið eitthvað við sitt hæfi þar sem að þú hafur valmöguleikan fyrir eitthvað þú ert settur í eitthvað og ég bara vona að það náist einhver tíman. Þannig, en það verk að vinna, það alveg á hreinu sko. Það náttúrulega sem að þú varst að vísa í Unnur kannski svona einfaldari störf sem eru við hæfi þeirra sem að ráða við lítið. Að þetta kannski sá hópur sem að verður fyrir mestu áhrifunum af sjálfvirknivæðingu, róbótum og gervigreind. Já, algjörlega. Fyrir utan náttúrulega lögfræðingarna sem að missa vinnuna í rönnum. Gervigreind svo fljótt að lesa. Ertu ekki lögfræðingur? Já, það þarf að fara að hugsa sér til. Það eitt, en svo það sem að þú bendir á að öryrkjar eru alls konar. Þeir geta verið með mikla reynslu og menntun og fleira, þannig að það ekki bara að fjölga táakorfum eins og var hér í gamla daga með Blindrafélagið og Múlalundur var með svona einfalda vinnu og eitthvað fleira. En getið þið nefnt eitthvað svona dæmi, af því að ég myndi að þetta væri svona stór átak sem að samfélagi þetta var í. Getið þið nefnt dæmi stofnanir, fyrirtæki sem að standa sig feiknarlega vel að þessu leyti? Nei, þið getur ekki. Það ég vil ekki halla á þann Rúmfattalagurinn og Krónan og mörg bara engafyrirtæki. Já, það eru mörg, ég held að séu miklu fleiri engafyrirtæki heldur opinber stofnanir sem að gera vel og það er ekki hægt að segja að sé ekki. En auðvitað má allt og við verðum að gera betur til þess að mæta þessum fjölbreytta hópi. Almenni vinnumarkaðurinn standa sig mun betur heldur en hið opinbera. Og ég menna að þú færir í ráðuneytin og myndir spyrja hvað væri margir í hlutastarfum og hvort það væri einhver hérna með skerta starfsgetu eða fallaða starfsmaður, það ég held að þó svo sé náttúrulega fötlunin sjáast ekki, þá er ég ekki að meina það hún verða að sjást utan og heldur bara hvort það sé, verið að hvort það sé eitthvað svoleiðis skerfi í gangi. Stundum er svona fengist við svona störf á samfélagsbreytingum með svona kvótum og gerði kvaðir. Ef þú ert með 50 starfsmenn þá verður 2 að tilheyra eitthvað tilteknum hópi. Já, og þá ertu kannski búin að stilla líka fólkinu einhvern veginn upp að þú verður að fara þetta hafur ekki áhuga, sko. Einhver hugnast ekki að einhverju svona sem að því að við getum breytt samfélaginu með svip og gulrót. Þeir ekki hrifin af svipur á stofnanir. Þetta svolítið eins og þegar við erum að reyna að jafna kynjahlutföll. Ég vil ekki vera beðin að gefa kost á mér í stjórn eða vinna einhver staðar eða komdu og vertu með í þessum starfshópi út af því þú ert kona. Ég vil vera beðin að koma á verðleikum
minna reynslu, það sem ég hef fram að færa, hvað ég stend fyrir. Ég hef engan áhuga að koma út af því að ég uppfylli einhverja tölfræði skilmála. Meðan við erum að breyta samfélaginu, þá kemur allt þetta. En líka svo að því útkona. Af því að við verðum að fá fleiri konur inn í þessu stjórn. Ég myndi velja að vera ráðin í hlutastarf og vinnumarkað út af því að ég hef ýmislegt fram að færa og þau sjá gildi að fá með þessu starfskraft. Ég hef alls konar reynslu og annars sjónarhorn einmitt út af því að ég hef gengið gegnum það að hafa ekki fulla starfsgetu sem dæmi. Ég myndi aldrei vera einhvern veginn, ég vita það að vinnustæðurinn að ráða mig til þess að fá lækkun á skatti eða skilur, ég veit það ekki, að þau verði að ráða mig út af því að það núna allt í einu þessi svipa komin í gang. Þetta var notað til þess að flýta breytingum á að konur kæmi inn á vinnumarkaðinn og þá var það þannig að þeirra var verið að velja í stjórnina að þá vissum við að því að vera tilneyinga þegar við skoðum alla hæfnina og þú ert þarna og svo er þarna kall og við tökum kallin bara. Af því það bara, það var vaninn, það er bara innbyggt í menningu okkar og það er sama á viðum ef það hefur valum jafn hæft fólk og annar er fallaður eða er með geðrænar áskorunir. Ég myndi halda að það veri tilneying í samfélaginu að velja frekar þann sem er ekki með það. Og þá verður spurningin, þurfum við að gera eitthvað til þess að ýta undir það, að vinnumarkaðurinn venji sljótt við það, að það val að velja það sem er með geðraskanir er ekki hættulegt? Ég myndi allavega að segja að þessi sjónræna hvatning og undískerfið, það var svona mælikvarði til þess að sjá við stöndum vel að vígi og sem vinnustæði get ég kannski lyft því, ég er með svona mikið að grænum ljósum, við erum að standa okkur rosa vel í samfélagsábyrgð og annað eins og þú sagðir. Ég myndi vilja sjá það samfélagi. Já, þakka sér. Ég held að ég sé það líka, þess að ég sé að tala fyrir það persónulega. En ég held líka, þegar einstaklingur finnur vinnu og hérna er vinna sem að honum hugnast og honum býðst, að þá verða hann að fá ákveðin aðlögunar tíma bæði hann á þessu vinnusta og líka vinnuveitandinn til þess að spórna gegn því sem þú ert að segja, að ég bara þori ekki, ég vil ekki hafa þig, þú ert svona eða þá að hann fara að skatta þér að lækka eða, hversi styrkurinn að lækka, þannig að því lengri tíma þar sem að kannski vinnumarkaðurinn sér að þetta er allt í lagi, þetta er ekkert að þá held ég að við séum komin á ákveðin stað En við erum ekki komið þangað. Já, það eru gríðalegi fordómar gagnvart öryrkjum í samfélaginu. Já, núna það er búið að það er meiri fordómar gagnvart öryrkjum heldur en miðflokksfólki, svo maður tekir að dæmi úr umræðu síðan. Já, það er eitthvað sem er bara, held ég, það er viðvarandi verkefni og maður svona er áttar sig ekki á hvaðan þessi fordómar koma og af hverju þeir eru svona ríkir. Við hvað er fólk svona rosalega hrætt. Við höfum verið með hlutastörf í gegnum tíðina og það eru hlutastörf örugglega á hverjum einasta vinnustað. Það einhverju marki, þess að sé kannski ekki mörg en ef við viðhöldum líka alltaf þessar neikvæð umræðu að þá náttúrulega er rosalega lítið að fara að breytast og það er eitthvað sem við getum ekki einstæðið í að við séum samtök fatlaðs fólks séu endalaust að reyna að koma á einhverju vitundavakningu eða fræðslu, það þarf bara samfélagið með allt Heyr. Það er gríðalegir fordómar gagnvart fólki með geðraskanir. Alveg svakalega. En það er líka mjög djúpstætt bara í menningu okkar fordómar gagnvart veiku fólki sem var rakið út fyrir borgamúrana hérna á árum áður og er bara eitthvað svona ógn sem að fólki virðist standa á því. Já, tilnefingin til að hlusta heldur ekki á vilja hópsins. Alls ekki. Það er eins og ávið til dæmis þetta mál sem við erum að ræða núna að þið voru ekki þáttakendur í undirbúningi að lagabreytingunni. Nei, ekki frumvarpsvinnunni sjálfur þess ekki. En við komum svo sannlega með ýmsar ábyrtingar. Já, þetta var að loka metrónum. Þið voru ekki svona hagaðilar eins og það er ekki breytt lögum fiskeldi eða annars líkt nema í samtali við hagaðila. En það var lítur svo á að það var hægt að fara með þessa breytingar í gegn án þess. En eins og hef ég talað við ykkur svona í gegnum tíðina og sumiliti heyri ég alveg að niðurstaðan var þeir eru sátt við hana einhver leiti sem einhvert skref. Kerfisbreytinguna sem slíka, já. Og hún er auðvitað betri heldur en þið kannski óttust.
Já, ef maður hugsa alla heildina, það ég held að sé ekki hægt að hugsa bara örorkulífeyristaka. Það verður að taka allan hópin sem kemur að einhverju marki inn í kerfið. Þú veist, þetta svo stór og fjölbreyttur hópur, ekki bara sem að fyrir beint á örorku. Það hlutorkan, það endurhæfing, það sjúkradagpeningarnir og kerfisbreytingarnir sem snúa að þessu og allir þessari einföldun að hún löngu tímabær. Og í rauninni gamla kerfi það voru ekki margir sem bara skildu það. Nei, þú veist, bara allt og fáir. Allt og fáir. Sem að bauð upp á náttúrulega bara alls konar í rauninni. Miskilning. Já. Það er mikill sigur að þetta hafi náðst í gegn í raun og það búið að benda á hversu beiglað kerfið hefur verið. Fyrra kerfi var með alls konar göllum og vanköntu sem að fólk þekkir og allar þessar sögur sem þú nefndir fyrr í þættinum því tengt upplifun fólks á kerfi sem að hlustar ekki eða gerir ekki ráð fyrir einhvern veginn hefðbundnu mannlegu lífi og alls konar breytileika. Þannig að klárlega var þörf á breytingum og þetta skref stórt og mikið framfara skref þar. Þetta ekki fullkomið, en þetta mikið betur en það var. Og bara þetta ykkar á síðustu árum náðu að hrinda hugmyndur sem eru tengdar starfsgetumatinu. Ef að þær hugmyndir sem að voru kannski á borðinu fyrir 10 árum eða eitthvað slúðis hefðu náðu í gegn, það hefði ekki verið gæfuskref. Nei, ég held nú ekki, sko. Þannig að ykkar bara átt að ítti á borðinu ýmsum hugmyndum sem var verið að reyna þröngu í gegn. Já, og líka sko, þú veist, þegar það svona gífulega breytingar eru og þá, þú veist, það náttúrulega laga ramminn sem að segir til hvernig hlutinir eiga að vera og svo eru heimildir til að setja reglugerðir og það þessi reglugerð en svo náttúrulega þarf alltaf að endurskoða þetta því að það ekki hægt að gera svona breytingar án þess að þetta sé sko þess að mæla áhrif einhverju ákveðin tíma þannig að ég mjög fegin að við náðum því ekki að færa þetta til endurskoðunar ákveði til þess að einmitt að skoða það hvort þetta virki eða ekki. Hvort að markmiðin var náð. Við höfum tekið dæmi það vantir meira slíkt þegar við erum að gera breytingar í þetta og tekið dæmi af styttingu framhaldsskólans. Það sem var alls konar kenningar hvað átt að gerast en það har aldrei verið gerð úttektin á því sko hvað. Og við erum að tala þarna sko fólk undir, fólk sem reiðir sig á þetta og þessa framfærslu og alls konar skuldbindingar þannig að og hefur rauninni þú veist ekki sama sæti að borðinu og hinnir í samfélaginu þannig að það var mikilvægt að við fáum tækifæri til þess að koma áfram algjörlega gröfum og breytingum. Svafa, Alma og Unnur gerði það ekki verið að koma hingað og hjálpa okkur að skilja breytingarna sem voru gerðar á örorkulífeyriskerfinu fyrir viku síðan. Takk fyrir. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við viljum að ræða velferð barna, mikilvægi þess að við sýnum aðgát í nærveru sálar, svo maður vitni nú í skáldið. Við viljum að ræða líka misskiptingu, stéttaskiptingu eftir efnahag, kemur að íþróttum og tómstundum. Þetta eru mál sem hafa verið töluvert til umræðu undan farið. Hún komin hingað frá Barnaheillum, Tóklegi Sæmundsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir. Er það ekki mikilvægt að við ræðum hag barna því þau sjálf náttúrulega hafa veika rödd og litla? Jú, það í rauninni starfið mitt sem slíkt að reyna að lyfta upp röddum barna en að því sögðu þá finnst mér gríðarlega mikilvægt að þau séu líka kölluð að borðinu og þau fái tækifæri til að tjá sig sína velferð. Já. Þannig að ég finnst oft þessi, bara í rauninni að kalla börnin að þegar við erum sérstaklega að ræða þeirra málefni, gleymist oft. Ég stundum því ég boðið á alls konar fundi og ráð og svona, það var alltaf fyrsta spurningi mín
ekki örugglega barn í hópnum eða ungmenni sem getur tjáð sig það sem að gerast? Já, þannig að okkar umræða núna hefur verið betri að það sætu líka börn. Já, ég myndi segja það sko. Það er svolítið snúið samt sko, siðferðislega að maður þarf leyfi hjá foreldrum. Núna erum við að taka upp á skólatíma, þannig að, en ég er algjörlega sammála þessu að ég til dæmis gerði fréttaskýringu svipað mál og sjónvarpið í Fréttablaðinu fyrir nokkrum árum, svipað mál og sjónvarpið fjallaði daginn sem var mismunun eftir í tómstundum og íþróttum eftir efnahag. Og það endaði þannig að ég vitnaði bara nafnlaust í börn og foreldrar barna sem höfðu ekki efna á starfi vegna þess að mér fannst að annað yrði of viðkvæmt og afhjúpandi. Þannig að þetta stundum ekki einfalt. Nei, það er það ekki og þetta er náttúrulega líka spurningum eins og þú ert að gera þarna og þetta vitna í að safna sögum barna og röddum barna. En það er líka hægt að kannski fara fram hjá þessu að einhverju leiti með að hafa samband við börn eða ungmenni sem eru kannski ekki í lagalegri skilgreiningu en þá börn. Það er styttra síðan þau upplifðu þennan raunveruleika og geta kannski vísað í sína reynslu. Mér finnst allt og mikið það að við sitjum kannski 40 og upp í 70 jafnvel að ræða málefni barna og erum kannski að vitna í einhvern allt annan raunveruleika heldur staðan í dag. Ég er ekki að alast upp í sama samfélagi og börn mínur alast upp í, bara langt því frá. Og að maður skulle leyfa sér að álykta að maður þekki eitthvað veröldina þeirra. Já, nei, það er útrúlega merkilegt. Ég var til dæmis á fundi hjá forseta Íslands í seinustu viku, þar sem við vorum að ræða börn og símanótkun. Og þetta var, þar voru til dæmis fulltrúar ungmenna við á svæðinu. En mér fannst þetta ótrúlega áhugavert að því að ég er náttúrulega með alls konar skoðanir og svo er ég með alls konar rannsóknir og hef í rauninni, kannski eitthvað grundvöll til að ræða þetta. En fyrsta spurningin mér var samt að horfa á 11 ára barnið mitt og 10 ára barnið mitt og spyrja, segðu mér, hvernig upplifir þú þetta? Ef þú væri með rödd við þetta borð, hvað myndir þú segja? Já, einmitt. Þetta er góð brýning, gott að fá þessi sjónarmið frá þér. Við erum hér í hlutverki nemandans á hverjum degi og eigum að reyna að læra frá degi til dags. Eigum að byrja á því að afgreiða aðeins allan þennan sársauka sem hefur orðið í kringum vegna ummæla Snorra. Ég skrifaði nú sjálfur status á Facebook í gær þar sem ég sagði ef ekki bara hætt að tala Snorra, þannig að nú er ég ósamkvæmur sjálfur mér að ég leggi það á borðið. En það er alveg ljóst það ekki að sko samanber viðtal sem ég tók við foreldra transbarns fyrir norðan í síðustu viku. Það er ljóst að það hefur orðið til heilmikil vanlíðan og það er náttúrulega ekki nógu gott og það skiptir náttúrulega ansi miklu máli að kjörnir fulltrúar þeir gæti ábyrgðar sinnar. Já, þau þurfum náttúrulega sérstaklega að gæta orða sinna og þarna er að ræða eitt viðkomasta hóp samfélagsins sem hefur verið einhvern veginn að henda í einhvern almenningsdómstól hvort að þau tilveru rétt eða ekki. Það er niðurstaðan í rauninni, upplifi ég úr þessu samtali, að það fer að stað umræða hvað eru mörg kyn og þá er rauninni verið að útiloka hóp úr samfélaginu okkar sem hefur lögbundið rétt. Við erum búin að vera með kynrænt sjálfræði síðan 2019. Við erum með 3. kynskráninguna, þetta er ekki vafamál. En þetta einhvern veginn setur einhvern veginn réttlættir stöðu með það móti eins og það hafi eitthvað vægi að fólk út í bæ geti haft skoðanir á tilveru rétt annars hóps. Snorri stilti líka þannig upp með því að nota hugmyndafræði, þá er hann að segja þessi persónuleg skoðun sem hann hefur bara að hafa. Já, það er einmitt það sem hann gerði þarna og ég veit að fólk upplifir, þetta er samt svo áhugavert af því að við lifum öll í okkar búblum. Við lifum öll í okkar
samfélagsbúblum og í minni búblu til dæmis þá var alveg skýrt að fólk var reitt og sárt og frústrerað yfir því að við sitjum hérna ennþá 2025 að rökræða hvort að einstaklingar í samfélaginu okkar séu yfir höfuð til en svo vann ég lengi hjá Samtökunum 78 og þá var maður að skoða aðrar búblur og að skoða hvernig orðaðan þar og þar upplifir fólk algjörlega staðfestingu á því að þetta sé bara rugl, veistu. Þannig að við erum einhvern veginn, þegar við stillum upp svona vettfangi, þá erum við að ýta fólki á sig einhvern jaðarinn og lengra í sundur, upplifi ég. En þú veist, þegar maður skoðar þessi samfélög í rauninni og við einangrumst rosa mikið í okkar skoðanarsyskinum og heyrum í rauninni bara frá þeim. En já, mín megin, og í þeim samtölum sem ég hef átt við fólk undanfarna viku, þá sjálfsögðu sársauki og ég hvet bara alla sem eiga sárt að binda vegna ummæla eða orðræðu sem átt sér stað sem var virkilega ljót. Þetta nú, já, það var erfitt að fylgjast með þessu. Hveti fólk til þess að leita ráðgjafar hjá Samtökunum 78. Þar er hópur til að grípa. En já, þannig já, ég myndi segja að þetta svona verið að ýta fólki kannski ennþá lengra í sundur. Þessi uppstilling þannig í Kastljósi, þú vilt kannski ekki tjá þig það, en margir sem að tala að þetta sé svona mjög gamaldags. Þetta við höfum verið að fá nýja birtingamynd af svona 30-40 ára einvígi Gunnar í Krossinu með Snorra í Betel og svo einhver samkynhneigður og svolítið eins og sirkusatriði. Já, ég meina, ef þú skoða bara aðra jaðarhópa, þú veist, hvernig væri öðrum jaðarhópum stillt upp sem meðið á móti? Þú veist, hvað er að tala um hérna? Væri fatlaðir einstaklingar settir í Kastljós til þess að ræða hvort að þau rétt á þjónustu og þá var einhver sem var á mótfallin því á móti eða þegar við erum að tala bara, ég veit það ekki, þú veist að tala trúarbrögð og andstæður eða menningarhópa eða fólk að erlendum uppruna eða þú veist bara hvað sem þú ert að skoða. Mundur þú sjá þessa uppstillingu ykkur starfnast þar? Bara hérna ertu með innflytjanda og nýnasista. Rökræðið. Þetta er skrítið, þetta er skrítin uppstilling, upplifi ég. Og þetta er rauninni eitthvað sem við höfum sem hinsegin fólk alltaf þurft að standa fyrir. Og móti. Það er ekki endilega sjálfgefið að Samtökin 78 taki oftar þátt í einhverjum svona uppákomum eða hvað? Nei, en kannski er upplifun að sé komin orðan það ljót að fólk upplifir að það þurfi að svara henni og ég skil það mjög vel að það er alltaf þrýstingur í samfélaginu líka að það sé einhver skilan á milli að það sé að svona sé ekki látið ótalið eða það sé einhver til að taka upp hanskan fyrir því og svara þannig að ég skil vel að það sé upplifun fólks og það vilja einhver svari þessu rugli sem að einhvern veginn að starfsmaður þjóðarinnar láta út úr sér í almenningsrými. Það er ekki óðurlegt. Ég vitnaði til þín í síðustu viku. Við vorum hérna að fara yfir fréttir dagsins. Það hafi ekki verið var á miðvikudaskvöld eða fimmtudagskvöld síðustu viku, ég man ekki hvort það var. Og þá hafði Facebook-vinnur minn sendt mér skjáskot af því þar sem að þú hafi blandað þér umræðu hótununa sem að Snorri var fyrir og það sem sagt við erum að tala frekar unga mannesku og getur aðeins farið yfir samhengi hótunarinnar og hvað þú bentir á í þeirri umræðu. Já, bara til að byrja með þá vil ég bara þessi algjörlega skýrt að allar hótanir eru óásættanlegar og allt sem er hægt að túlka sem hótanir er óásættanlegt og ofbeldi er aldrei réttlætanlegt á neinum stað. Og það var eitt af því fyrsta sem ég segi í þessar umræðu og ég veit að fólki mitt í hinsegin baráttunni þekki það mjög vel að vera hóta af ofbeldi og árásum og ég hef alltaf samúð með því. En
það sem ég bent á þarna var að þetta var ungur einstaklingur með innslag á TikTok þar sem að sá einstaklingur er með lélegt grín og það er eins og ég hef sagt áður aldrei ásættanlegt sem sá einstaklingur tók niður og baðst afsökunar sett inn nýjan post þar sem að sá einstaklingur baðst afsökunar á því sem hann hefði gert Hún verður á að birta heimilisfangið Nei, ekki sá einstaklingur en það er svar við pósturum í kommentum og það er náttúrulega ég fagna því að lögreglan taki allt slíkt alvarlega en inn í þessu samhengi þá kannski leiti þetta nema það sé einhverju upplýsingar sem ég hafi ekki, það er náttúrulega þetta er bara það sem ég hef séð af umræðum og samfélagsmiðlum, þannig að ég í rauninni hef ekki meiri upplýsingar en ef þetta var ástæðan fyrir inngripi sérsveitarnar þá bara fagna ég því að það sé ný og betri stefna hjá ríkislögreglustjóra þegar kemur að hótunum um ofbeldi. Já, eins og til dæmis Helgi Seljan kallaði eftir þá bara jafnræði á öllum sviðum. Já, við erum að sjá þessi mál þar sem er verið að sitja fólk og við sjáum ekki þessi sömu viðbrögð. Nei, en þarna er samkvæmt þínum upplýsingum ekki svona valdamikinn stórhættulegan einstakling að ræða með mikla sögu, heldur meira svona kannski grín sem fer á ákveðnum böndum. Já, þetta fer unga mannesku. Já. Þannig að Þetta er líka eins og ég var kannski að benda á þessum pósti eða þessu svari á samfélagsmiðlum, þá var ég að benda á að þetta væri dæmi sem við ættum að taka með börnum og ungmennum hvernig grín, sem átt að vera grín, getur litið út á netinu. Og við þurfum að taka mjög vel utan þennan hóp sem er kannski einmitt að elst upp í samfélagsmiðla en átta sig kannski ekki ofta á alvarleika orða sinna eða hvernig það kemur fram og þarna fyrir líka kannski kalla eftir samfélagsumræðu vikunar að við sem fullorðið fólk bærum ábyrgð á því hvernig við tölum og við eigum auðvitað að vera fyrirmyndir fyrirmyndir þessa unga fólks þessa vikuna var mjög hræðileg á samfélagsmiðlum það er kannski meira kalla eftir því að við syngdum betra fordæmi. Sú vísa er aldrei oft kveðin. Við skulum setja komu við þennan þáttu umræðunar. Mér langar að spyrja þig, hve mörg börn á Íslandi búið fátækt? Já, einmitt. Það er góð spurning. Samkvæmt þessum seinustu tölum sem ég sá skýrslu Barnaheilla og UNICEF þá er þetta í kringum 10% sem býr við fátækt á Íslandi. Í velferðarríkinu? Það er smjör drýpur á hverju strái. Já, það er ömurlegt. Og misskiptingin er allt of stór á Íslandi í miðað við einmitt eins og þú segir velmögunar samfélagi sem við búum í. Sko það hefur síðust að verið umræðum jöfnuð og efnahagslega stéttaskiptingu. Enn er því fólk sem að grípur andan á lofti og áttar sig ekki á því með íþróttastarf, boltaíþróttir ekki síst og tómstundastarf, tónlistarskólana sem eru meira og minna fullir af krökkum, velstæðra barna, meira og minna mestmegnis á meðan maður saknar hinna barnana. Hvar eru við í þessu jafnaðarlega tilliti? Við erum á slæmum stað. Við sjáum til dæmis hærri tölur hjá börnum þegar við skoðum fátækt á heimsvísu. Þá stöndum við, eins ömurlegt og það hljómar, þá stöndum við frekar vel í miðað við aðra þjóðir. En þegar kemur að þáttöku í tómstunda og íþróttastarf, þá erum við miklu lægra listan. Og mér finnst það út af fyrir sig áhugavert að skoða. Þannig að sko, er þá svo mismununar tala hærri en 10%? Já. Og þú veist, tala þeirra barna sem stunda reglulega tómstundastarf og íþróttir er mun lægri heldur en er ætti að gefa til kynna í hvernig samfélagi við búum í. Ég skil. En þegar við fyrir að skoða það, þá er náttúrulega kostnaðurinn við íþróttir og tómstundir á Íslandi er gríðarlega hár. Það er verið að reyna að koma til móts við fólk með fyrirstundastyrkjum og öðru slíku, en það er náttúrulega,
Og við sáum í rauninni til dæmis það var eitt af viðbröðum í COVID var til dæmis að hækka það framlag til barna og fjölskyldna. En sko, við erum á þeim stað að það er alltaf mismunandi eftir sveitarfélögum hversu hár styrkurinn og hvað er þetta að nýta mikið. En þetta er klárlega ekki nóg. Nei, þetta er bara rétt upp í nös og ketti. Já, það er það. Og þetta er í rauninni nóg fyrir niðurgreiðslu á kannski frístund eftir skóla. Og flest vinnandi fólk þarf að nýta sér frístund. Það er ekki fáar sem geta verið kominir heim til sín klukkan 20:02 á hverjum degi. En þetta í rauninni nær bara rétt niður í niðurgreiðslu á því mánaðarlega. En svo við skoðum tómstundir, við skoðum bara íþróttirnar eða tónlistarnám eða eitthvað slíkt, þá er það náttúrulega margfalt svo kostnaður. Og fyrir utan, þú veist, þó við skoðum bara grunngjöldin, mér finnst við oft svolítið föst þar, skoða bara grunngjöldin, hvað kostar að borga ára fótbolta, en sko kostnaður við allt annað. Nú á ég 2 börn sem eru í tvennum íþróttum og tónlistarnámi. Þetta er gríðarlegu kostnaður sem er líka bætist ofan á allt annað. Þú veist, það eru mótin og það eru ferðirnar og það er hljóðfærin og það eru umhirða hljóðfærin og bækur og þú veist, þetta er þessi pakki er svo margfalt meiri heldur en að kannski þessa grunntölu segja til ofan á allt annað. Mjög mikil falin kostnaður sem ekki kemur fram. Já, það er það. Og svo er hættan að börn efnalítilla foreldra bara fái samviskubiti yfir því að vera að íþyngja fjárhag heimilisins með því að þó stunda þetta og bara kasti sjálf inn handklæðin og segja að ég er bara hugsa að hætta því þessu. Ekki vegna þess að það langi ekki til þess að halda áfram heldur bara, maður hefur heyrt svo leiðsögur. Já, bara heldur betur. Mjög sorglegt. Já, það er það og þetta er svo mikil partur af samfélaginu. Þetta er svo mikil hluti af öllu félagslegu starfi og í rauninni ítir undir einangrun barna sem eru kannski verð stödd oft heldur en önnur börn. Já, virkni er lykillinn að góðri framtíð, er það ekki? Já, þannig ég myndi segja að þetta væri mikið ágefni og mér finnst þetta ekki vera að koma á móti þessum fjölskyldum sem, ef þú velur hvort þú átt að borða eða hvort að barnið eru að fara í þetta er ekki aðstæða sem vil setja neitt í. Nei. Sumir segja líka að frístundastyrkurinn sé orðin svona alibæ, komið í veg fyrir þessa umræðu nú bara, þú veist, þegar nei, við erum með frístundastyrk, bara punktur. Já. Og það er kannski eitthvað til í því. Já, mér finnst þú oft hanga mjög mikið í þessu útspili að þetta sé í rauninni það sem að eigi að bjarga þessu, en það er bara ekki þannig. Frístundastyrkurinn í Reykjavík er held ég 75.000 krónur, minnum mig, og frístund er 20.000 á mánuði. Þannig að bara ef þú sér bara það, þá dugar þetta ekki fyrir maður fyrir hvað, þetta er rúmið 20.000, þetta er örugglega 3 mánuðir eða eitthvað, sem það myndi virka, ef ég bara hugsa þetta, ég er ekki búin að reikna þetta út, en svona cirka bát. Og við vitum líka alveg að þegar fólk þarf að velja hvað þá að gera fyrir börnin, þá ætlum í þessu dæmi, þá þarftu frístundina til þess að þú getur bara haldið heilum vinnudegi. Og þannig er til dæmis einstæði foreldrar að koma sérstaklega illa út. Og við séum þetta ítrekkað, þú veist, þeir sem leita aðstoðar hjá sveitarfélögunum eru vilt einstæða mæður, það er langhæsti parturinn. Og til þess að þær geti sinnt bara vinnudegi, þá þarftu þennan tíma fram til 4:30 eða eitthvað. En að setja ofan á það einhvern kostnað við fótbolta eða sund eða fimleika eða dans eða hvað sem það er eða tónlistarnám, það gengur bara ekki upp, reikningsdæmi gengur ekki upp. Nei. Það kom líka á daginn, svo ég vitni nú til þessara gömlu rannsóknar minnar á þessum málum sem birtst í Fréttablaðinu fyrir einhverjum 4 árum og líka ánægjuleg tíðindi sem komið fram. Ég ræddi við forráðamenn félaga sem að virtist vera mikil samfélagslega ábyrgð og þau sögðu við látum það aldrei koma fyrir ef barn langar til þess að stunda það sem við höfum upp á að bjóða
að barni geti það ekki og sem sagt félagsgjöldin á einhverjum stöðum voru aldrei hærri enn sem nam frístundastyrknum. Þannig að sko það virðist líka svolítið mismunandi hve mikla samfélagslega ábyrgð svona íþróttahreyfingar og félög sína í þessum efnum en sumt svona sýnir manni að þetta gamla hjarta að allir eiga að fá að taka þátt, það slær enn. En sko ekki einn hópur sem er mjög fellur mjög á milli skips og bryggju sem eru börn nýrra Íslendinga, innflytjenda? Jú, það heldur betur. Það er hópur sem virðist oft bara vera algjörlega út undan og oft erfitt að ná til. Upplýsingagjöfin er ofta ekki upp á mikla fiska til þessa hóps. Það er oft sendur út texti einungis á íslensku sem er miðaður af foreldrum. Já, þannig ég myndi segja sko ofan á gapið sem er að þau eru enn ólíklegri til þess að eiga möguleika fjárhagslega að taka þátt í þessu. Það var líka annað skref, önnur hindrun sem er upplýsingagjöf og hvernig maður sækir til þessa hóps. Já. Ef við hundsum þennan hóp, ef við sinnum ekki þörfum þessa hóps, þá gæti það ýtt undir líkur á félagslegum vandamálum í framtíðinni og frávikahegðun sem meðal annars gæti brotist út í neikvæðum hlutum, ekki satt. Þetta er sannarlega mál sem að þarf að halda þétt utanum. Jú, heldur betur og líka bara, einmitt þess að segja með bara inngildingu í samfélagið, að vera hluti að samfélaginu, að eignast vini og mynda tengsl gerist mikið hjá íþróttahreyfingunni eða í tómstundum. Þetta fyrir utan skólastarf í rauninni og já, við höfum séð náttúrulega áhættuhegðun minnka þegar að krakkar eru í virki tómstundum og í rauninni mynda miklu heilstæðari nálgun inn í samfélagi sem slíkt. Það sé svona lykilatriði. Við erum alltaf að finna út í hvernig við getum tekið betur utan með þennan hóp og ég myndi segja að þetta veri klárlega eitt af þeim atriðum sem við ættum að fókusera á. Já. Það til einhvers staðar, það er flestum börnum mikilvægt. Já, ég tala mikið fyrir þessu til dæmis í hóp þeirra umsækjenda alþjóðlega vernd að núna er staðan til þeim svo að þau fá ekki taka þátt í frístund, leikskólastarfi, tómstundum. Að þau eru standa algjörlega fyrir utan samfélagið í tengslum og við höfum svolítið verið að rökra þetta með sko sem eru tímabundi á landinu þeir sem eru komin með eru stöðu flóttamanns að það sé svo mikil mismunurinn í gangi þar og ég held að bara að það sé algjörlega skýrt að barn er alltaf fyrir bestu jafnvel þó þessi tímabundið að vera hluta samfélagi taka þátt í samfélaginu. Maður aðeins að velta það fyrir sér sko hver er að tala fyrir hag þessa hóps í dag. Við erum með ríkisstjórn sem að sko er svona miðstjórn einhvern veginn. Við erum með stjórnmálahreyfingar sem ekki hafa náð inn þingfólki núna eins og VG, Píratar, sósíalistar náðu ekki manni inn og þess að maður aðeins að velta fyrir sig hver er að tala fyrir hagsmunum svona þeirra efnahagslega jaðarsettu og þeirra sem eru kannski brothættastir í viðkvæmustu fjárhagsstöðinni svona út frá jafnaði. Þetta er þar sem við höfum ekkert aðhald á þingi þá er aðkoma frjálsra félagasamtaka sem þrýstiafl þeim mun mikilværa og þetta er eitthvað sem við verðum að taka mjög alvarlega að vera aðhald að þessari ríkisstjórn af því að já, eins og þú segir þau hafa það ekki inn á þinginu eins og var í raun og senasta kjörtímabili til dæmis. Já, sko Flokkur fólksins talar náttúrulega fyrir svona hag þeirra sem hafa minn á milli handana þau eru svona meira í fullorðnu fólki.
Já, það er nú hægt að segja til dæmis að þau hafi nú talað mikið fátækt barna líka. Já. En þarf klárlega aðhald í þessum málaflokki. Já. Og þetta í rauninni grundvöllurinn að allri velferð. Já. Ég meina, ef þú ert, við sjáum þetta aftur og aftur, einstaklinga sem alast upp í fátækt, eiga erfiðara uppdráttar í samfélaginu. Já. Og þetta eitthvað sem við sjáum stundum að bara kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð. Að þegar þú elst upp við ójöfnuð, þá áttu erfiðara í samfélaginu á seinni stigum. Þannig að Flokkur fólksins hefur vissulega talað mikið fátækt og þar á meðal fátækt barna. En þetta eitthvað sem við verum klárlega að halda að stjórnvöldum. Og þessir partar eins og þessi fréttaskýring, hún kannski kveikir aðeins í fólki, en við höfum séð alls konar hluti lagast, til dæmis eins og bara tannlækningarnar fyrir börn og fríar skólamáltíðir. Þú veist, þessi hluti sem eru grunn velferðarmál, að börn fá að borða í skólanum, að börn fá heilbrigðisþjónustu. Núna myndi ég segja að til dæmis þessi bolti með íþrótt- og tómstundastarf mjög mikilvægur. Þetta eitthvað sem við verðum að vinna í til þess að skapa meiri jöfnuð í samfélaginu. Já. En þú nefndir þarna 2 mál sem eru augljós þjóðþrifamál að þínum að þetta ekki síst skólamáltíðirnar sem að maður heyri nú samt enn hjá hægri mönnum að hafi bara verið einhver misskilningur og vitleysa. Já, mér finnst þetta mjög áhugavert þegar þetta svona grunnjöfnuðarmál og ég skil að þeir sem eiga nóg finnst absúrt að vera ekki að borga fyrir þjónustuna af því að þau virkilega þurfa ekki á því að halda að sveitarfélögin taki þetta á sig. En ég held að þau ætti þá bara að finna aðra leiðir til að styrkja við fátækt barna. Já. Ef þau vilja taka þessa peninga og setja þau í það, þá er það bara, það getur bent um alls konar leiðir. Ein hættan líka, ef við sofum frekar á verðinum, að það verði svona enn hverfisskiptari ójöfnuður. Og það alveg mjög dapurlegt að það ákveðin hverfi þar sem að þessi frístundastyrkur minna nýttur en í öðrum hverfum og það ekki vegna þess að fólk hafi það svo gott þar. Nei, þegar að frístundastyrkurinn dugar ekki til þess að greiða það sem þau þurfa, til þess að borga í rauninni, hvað sem það íþrótt eða tómstund eða hvað sem það þá nýtir fólk þetta bara ekki. Af því að það næri ekki upp í alla leið og ég get alveg lofa þér því líka að þetta eru staðir og hverfið þar sem að foreldrar eru ekki komin heim klukkan 20:02 á daginn af því að þetta yfirleitt foreldrar sem eru að vinna ofta í 1, 2, 3 vinnum. Þannig að það sem að það þarf í rauninni mest á því að halda virðist vera vannýtt. Þannig að þetta klárlega eitthvað sem við verðum að skoða sem áhyggjuefni. Kannski í lokin Tóla, þú nefndir hérna í upphafi að þetta væri svona 10% íslenskra barna sem búa við fátækt sem við erum náttúrulega sammála hrikalega há tala með allan þann allar þær auðlindir sem við höfum hér og meint velferðaríki. Hagur barna sem að eiga foreldra sem ekki tala íslensku sem fyrsta tungumál, hann hlutfallslega verri heldur en hagur barna sem eiga foreldra sem tala íslensku sem fyrsta tungumál? Sko, ég myndi áætla það, já. En því ég að hugsa til dæmis í rannsóknina, þá man ég ekki eftir þessari niðurnjörfun. Nei, hún kannski ekkit gagleg heldur. Nei, en minna þetta eins og ég segi, þú veist, þetta hópur sem við höfum oft ágjör af og býr oft mun meiri einangrun heldur en íslensku mælandi börn. Þannig að ég myndi klárlega áætla það á þess að geta vísað í það beint í þessari rannsókn, eða þessum 2 rannsóknum sem voru gefnir út fyrir 2 árum síðan cirka bát.
En það augljóslega hagur okkar allra að fókusera á ekki síst hlutskipti þessa hóps. Öll börn. Já. Öll börn eiga skilið að alast upp í samfélagi þar sem tekið utan þau og þeirra þarfir. Já. Og við erum hluti af til dæmis barnasáttmálanum, þar sem að þetta einn af þeim pörtum sem lögð áherslu á. Þannig að já, við þurfum að taka miklu betur utanum fátæk börn, hvort sem það eru íslensku með erlendum uppruna. Við þurfum að tryggja réttara til í rauninni samfélagsþáttöku, ef ég orða það almennt. Já, öll börn á Íslandi eru okkar börn. Já, heldur betur. Já, því að maður stundum finnst manni að vanti aðeins upp á þennan skilning. Já, við erum mjög dugleg að flokka börn og leið og við setjum þau undir ykkur flokka eða tölfræði þá kemur einhver svona þá hættu þau að vera mennsk. Þá er þetta tölur á blaði og fólk ákveður að einhver hópur sé réttari heldur en annar. Og þetta er hvað ég segja, þetta er einhvern veginn svona ómannesku fæðing. Þetta er svona, já, leið og kom með einhvern stimpil fyrir framann. Alveg sama hvað það er. Þá ertu með ákveðnar hugmyndir um þennan hóp. Hvort sem það er börn af erlendum uppruna, hvort sem það eru umsækjendur eða fötluð börn eða hinsegin börn, eða það kemur, þá eru við einhvern veginn strax búin að fjarlæga þau frá okkur. Já. En þetta er allt börn sem hafa þarfir sem við ættum sem samfélag að tryggja að séu uppfylltar. Verk að vinna. Já, heldur betur. Það er nóg að taka sko. Það er nóg að taka. Kæra þakkir fyrir komuna, Tóklaði Sæmundsdóttir. Takk fyrir mig. Og þar með dagskránin lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við verðum aftur í loftinu í beinni útsendingu klukkan 8 á morgun. Eins og oft áður vil ég minna á það að það eru til margar leiðir til að styrkja samstöðuna. Ein er að senda tölvupóst á samstöðin@samstöðin.is og óska þar eftir því að komast á lista þeirra sem styrkja samstöðina mánaðarlega með hófstilltu framlagi aðeins 2.750 krónur, lágmarksstuðningur á mánuði. Önnur leið er að fara inn á vefsíðu samstöðurinnar, samstöðin.is, skrolla niður, finna hnapp sem að stendur á áskrift og haka þar við þessa skuldbindingu sem getur haft mjög mikið með það að segja hvernig við döfnum eða hvort við döfnum í ykkar þáu. Nú, ég vil þakka öllum viðmælendum, tæknifólki og öðru samstarfsfólki hér fyrir þennan dag sem og aðra daga en einkum þó ykkur hlustendum og áhorfendum fyrir að fylgjast með og standa með okkur. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.